Fyrsti liður á dagskrá kosning fulltrúa í embætti, stjórnir, ráð og nefndir. Við byrjum á kosningu forseta sveitarstjórnar til 1 árs. Það liggur fyrir tillaga að forseti sveitarstjórnar til 1 árs verði Jónína Brynjólfsdóttir af B-lista. Það hafa ekki komið frá fleiri tillögur, svo ég ber hana þá undir fundinn. Tillagan samþykkt samhljóða með handauppréttingu og færi ég stjórn fundarins til nýkjörins forseta. Takk fyrir. Ég þakka traustið sem mér sýnt og óska okkur öllum til hamingju og vona einnig okkar samstarf á næstu árum verði gæfuríkt og samfélaginu og sveitarfélaginu til heilla. Við höldum áfram og næst kosning í 1. og 2. varaforseta. Tillaga liggur fyrir fundinum að 1. varaforseti verði Berglind Harpa Svavarsdóttir af D-lista og 2. varaforseti verði Hildur Þórisdóttir af L-lista. Ég opna mælendaskrá ef þið vilja opna einhverjar umræður. Að öðrum kosti ber ég þá tillöguna upp ef engar eru. Og þá ber ég tillöguna upp þeir sem eru samþykkir í réttu hönd. Það þá samþykkt samhljóða. Næst vindum við okkur í kosning skrifara. Fyrir fundinum liggja tillögur aðalmenn Ívar Karl Hafliðason, D-lista og Eyþór Stefánsson, L-lista. Ég opna fyrir mælendaskrá ef einhver vill tjá sig. Að öðrum kosti að þá legg ég tillöguna fram fyrir fundinum, þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það samþykkt. Fyrir fundinum liggur einnig tillaga varamenn skrifara. Tillagan svohljóðandi Vilhjálmur Jónsson, B-lista og Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, V-lista. Ég opna fyrir umræður. Ef það ekki, að þá ber ég tillöguna upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það samþykkt. Og þá höldum við áfram og ætlum að taka fyrir kjör í byggðaráð. Fyrir fundinum liggur tillaga. Byggðaráð Berglind Harpa Svavarsdóttir, D-lista formaður, Vilhjálmur Jónsson, B-lista varaformaður, Ívar Karl Hafliðason, D-lista, Hildur Þórisdóttir, L-lista og Helgi Hlynur Ásgrímsson, V-lista. Ég opna fyrir mælendaskrá en ef enginn kveður sér hljóðs, Þröstur Jónsson. Forseti, þetta fólk, ánægilegt að vera hérna aftur, bæði gamlu og nýju fólki. Ástæðan þess að ég kveð með hljóðs hér ekki skemmtileg og ég geri það ekki eingöngu út af byggðaráði heldur öllum 3 nefndunum og hitaveitunni. Minnihlutinn fékk nokkra menn í að deila sín á milli í þessar nefndir allar. Mér kom á mjög óvart þar sem ég telst vera í minnihluta og M-listinn með yfir 10% kjörfylgi á bak við okkur. Það var ekkert samráð haft við okkur, ekki neitt. Ég fekk tölvupóst í gærkvöldi síðast frá Hildi Þórisdóttur, hæstvirtum stjórnarfulltrúa og oddvita L-listans að Vinstri grænir og þeir hefðu myndað blokk og væri búnir að ákveða þetta. Mér finnst það algjörlega forkastanleg vinnubrögð og ekki til þess fallin að viðhalda því góða samstarfi sem hingað til hefur verið. Og hef ég vitað þetta fyrr, þá hef ég komið sennilega með breytingatillögu hér þar sem ég hefði lagst á hliðina með meirihlutann og þið hefðu misst menn úr nefndum. En ég veit ekki hvort ég gera það, ég ætla að hugsa það. En svona vinnubrögð eru forkastanleg, ég verð að segja það og minnihlutinn getur ekki vænst góð samstarfs frá M-listanum í þessu kjörtímabili.
Ég mun hins vegar halla mér að meiri hlutanum, mér finnst málefnaskrafan þar góð, mér finnst fólki sem þar er sett á lista gott en ég mun semst hér gera grein fyrir atkvæði mínu við þessar 3 nefndir og ég mun sitja hjá, ekki vegna þess að ég sé ósáttur við fólki sem er þar endilega, heldur út af þessum vinnuprófum. Ég er þá ósáttur kannski við þá nefndamenn sem minni hlutin er með, en ég er fullkomlega sáttur við það fólk sem meiri hlutin skipar þarna. Ég ætla bara að taka það skýrt fram. Þetta er ekki neinn ádeila á meiri hlutan, en ég mun sitja hjá út af þessu. Þetta eru forkastanum og ég gagnrýni. Takk fyrir. Hildur Þórsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið um orðið. Já, forseti ágætu fundarmenn. Við erum ekki að gera þetta í fyrsta skipti, Þröstur. Ég ætla þess að fara yfir, Miðflokkurinn fékk 8,8%, fengu 1 mann. Þið voruð ekki í samningsstöðu. Vinstri grænir og Austurlistinn eiga málefnalega samleið. Það er ekki nýjar fréttir. Við tókum þá umræðu síðast þegar að vinnum þessa vinnu. Þó þið hefðu komið inn í samtali fyrir einhvern dögum síðan, það hefði ekki breytt neinu fyrir ykkar stöðu. Þannig að koma hér upp með svona yfirlýsingar er hjákátlegt, svo ekki sem meira sagt. Við fengum 2 menn, Vinstri grænir fengu 2 menn og við ákveðum að mynda blokk og það þarf ekki að koma neinum hér á óvart. Takk fyrir. Hildur Þórsdóttir hefur lokið máli sínu. Helgi Hlynur Ásgrímsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið um orðið. Forseti, góðir fundarmenn. Þetta er bara alveg hárrétt hjá Þresti. Ég skil bara mjög vel að hann sé reiður. Það er bara fullkomlega eðlilegt. Á síðasta kjörtímabili átti við oft málefnalega samleið við Þröstur. Eins og er það bara þannig í þessu tilfelli þar sem að listarnir eru í minnihlutanum eru með 2, 2 og 1 að þetta er hvort framboð á bara sjálfkrafa rétt í allar nefndir og þetta snerist þá að skipta með sér annars vegar í umhverfis- og framkvæmdaráð og hins vegar í fjölskylduráð. Það var nú allir samningurinn þannig. En ég skil reiði Þrastar alveg fullkomlega. En og ég bara, já, auðvitað átti maður að hringja í þig og tala þetta, Ég bara, fyrir ekki við. Takk. Helgi Hlynur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir því að taka til máls? Þröstur Jónsson. Já, forseti, annað funda fólk. Það var sjálfsögðu útsíðað hvernig þetta færi, það er alveg rétt. En okkur minni hlutanum eins og venja er til var sem sagt útluta þessum sætum til að deila með okkur. Ég hefði örugglega samþykkt það, hefði ég bara vita hvað var í gangi. Ég fekk ekkert að vita, ekki eitt einasta orð. Og ég ætla út af orðum Helga Hlyns, ég ætla bara að taka ofan fyrir auðmýktinni og bara, ég geri það. Ég tek eins og er ekki ofan fyrir ummælum Hildar Þórisdóttir og árétta þetta. Þetta voru óhæf vinnubrögð að hafa ekki samband. Ég meina, skýt með það hvernig þetta færi, allt í lagi. Það var alltaf ljóst nokkurn veginn fyrir. En að ræða ekki við einn af aðeilanum sem er í minnihlutanum er algjörlega út í spóa. En aftur, ég tek vona fyrir auðmýktinni hjá Helga Hlyn og ég eiginlega bara fyrirgefa honum hér. En ég á erfitt með að fyrirgefa þetta í heild sinni. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru einhverju fleiri sem vilja tjá sig um málið á þessari stundu? Svo er ekki, þá ber ég Hildi Þórsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Þröstur minn, mér þykir þetta leitt, ég ætla að biðjast afsökunar hér að hafa ekki tekið þið inn í samtalið. Við byrjum að ræða þessi mál fyrir 2 dögum síðan
og ég held bara að það væri einhvern veginn nokkuð bara augljóst að VFL mynda blokk eins og síðast, en við þykir að leita að við höfum ekki tekið inn í samtalið fyrr. Takk fyrir. Þá Hildur Þórsdóttir lokið máli sínum. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ber ég tillöguna upp eins og hún stendur. Í byggðaráð Berglind Harpa Svavarsdóttir D-lista, formaður, Vilhjálmur Jónsson B-lista, varaformaður, Ívar Karl Hafleðarsson D-lista, Hildur Þórsdóttir L-lista og Helgi Hlynur Ásgrímsson VAF-lista. Þeir sem eru samþykkið tillögunni rétt upp hönd. Takk fyrir það. Er einhver á móti? Og einhver sem situr hjá? Trausti Jónsson situr hjá. Og þá höldum við áfram og fyrir fundinum liggur eftirfarandi tillaga. Með vísan til 4. málsgreinar 47. greinar sveitarstjórnarlaga samþykkir sveitarstjórn að farið verði eftir ákvæðum 3. málsgreinar 47. greinar sveitarstjórnarlaga þegar varamenn eru kallaðir til setu á fundum í nefndum, stjórnum og ráðum þar sem lagðir voru fram sameiginlegir listar við kjör í viðkomandi og þeir urðu sjálfkjörnir eða kosið var milli þeirra hlutfallskosningu. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu rétt upp hönd. Ég ætla að opna málendarskrá ef einhver vill tjá sig þetta. Svo ekki, þá ber ég tillögun upp. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt. Það er samþykkt samhljóða. Og þá höldum við áfram að skipa í nefndir og ráð og samkvæmt 1. málsgrein 50. greinar sveitarstjórnarlaga hafa framboðsaðilar sem ekki fá kjörin fulltrúa í byggðaráð rétt á að tilnefna áheyrnarfulltrúa í ráðið. Mér láðist að taka þetta fram áður en ég kom með hina tillöguna, en Miðflokkurinn hefur tilnefnt áheyrnarfulltrúa í byggðaráð og það er Þröstur Jónsson. Og þá höldum við áfram að við skipum í fjölskylduráð. Fyrir fundinum liggur tillaga. Sigurður Gunnarsson D-lista, formaður, Björg Eyþórsdóttir B-lista, varaformaður, Guðný Lára Guðrúnardóttir D-lista, Guðmundur Björnsson Hafþórsson B-lista, Heiðdís Halla Bjarnadóttir VAF-lista, Eyþór Stefánsson L-lista, Jóhann Hjalti Þorsteinsson L-lista. Ég ætla að opna fyrir mælendaskrá ef einhver vill kveða sér hljóðs. Að öðrum kosti þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Samþykkt einhver mótfallinn og einhver sem situr hjá. Trausti Jónsson situr hjá. Þá förum við næst í varamenn í fjölskylduráði. Fyrir fundinum liggur tillaga. Alda Ósk Harðardóttir B-lista, Einar Freyr Guðmundsson D-lista, Sunna Dögg Markvað Guðjónsdóttir D-lista, Þórey Birna Jónsdóttir B-lista, Kristjana Sigurðardóttir L-lista, Ævar Orri Eðvaldsson L-lista, Ásrún Mjöll Stefánsdóttir VAF-lista. Ég opna mælendaskrá ef einhver vill tjá sig tillöguna. Að öðrum kosti ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Einhver mótfallinn og einhver hlutlaus eða situr hjá. Þröstur Jónsson situr hjá. Samkvæmt 1. málsgrein 50. greinar sveitarstjórnarlaga hafa framboðsaðilar sem ekki fá kjörum fulltrúa í fastanefnd með fullar afgreiðslu heimild rétt á að tilnefna áheyrnarfulltrúa í ráðið. Miðflokkurinn hefur tilnefnt Þórlaugu Gunnarsdóttir sem áheyrnarfulltrúa og áheyrnarfulltrúi er Örn Bergmann Jónsson M-lista. Þá vindum við okkur í kjör í umhverfis- og framkvæmdaráði. Fyrir fundinum liggur tillaga. Aðalmenn Jónína Brynjólfsdóttir B-lista, formaður, Ólafur Áki Ragnarsson D-lista, varaformaður, Eiður Gísli Guðmundsson B-lista, Þórhallur Borgarsson D-lista, Ásdís Hafrún Benediktsdóttir L-lista, Pétur Heimisson VAF-lista, Ásrún Mjöll Stefánsdóttir VAF-lista. Ég opna fyrir mælendaskrá en ef enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég tillögun upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Einhver mótfallinn, einhver sem situr hjá. Þröstur Jónsson situr hjá. Og þá ber ég upp tillögum varamenn í umhverfis- og framkvæmdaráð. Fyrir fundinum liggur tillaga. Björgvin Stefán Pétursson D-lista, Einar Tómas Guðmundsson B-lista, Jón Björgvin Vernharðsson B-lista, Silvía Ösp Jónsdóttir D-lista, Hildur Þórisdóttir L-lista, Þórunn Hrund Óladóttir VAF-lista, Hulda Sigurdís Þráinsdóttir VAF-lista. Ég opna fyrir mælendaskrá og ef enginn vill kveða sér hljóðs þá ber ég tillögun upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd.
einhver á móti og einhver sem situr hjá. Trausti Jónsson situr hjá. Samkvæmt 1. málsgrein 50. greina sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 hafa framboðsaðilar sem ekki fá kjörinn fulltrúa í fastanefnd með fullnaðar afgreiðslu heimild rétt og að fá tilnefna áheyrnarfulltrúa í ráðið. Miðflokkurinn hefur tilnefnt Hannes Karl Hilmarsson og vara áheyrnarfulltrúi Sveinn Jónsson M-lista. Og þá kjósum við næst í fulltrúa sveitarstjórnar í 4 heimastjórnir. Fyrst verður til kjörs heimastjórn Borgarfjarðar. Tillaga fyrir fundinum sú að aðalmaður verði Eyþór Stefánsson, formaður, og varamaður verður Helgi Hlynur Ásgrímsson, varaformaður. Ég opna fyrir mælendaskrá. Ef enginn kveður sig Helgi Hlynur Ásgrímsson óskar eftir orði sveitarstjórnarfulltrúa, gjörðu svo vel. Forseti, það eru fundamenn. Það er bara aðeins að vekja máls á þessu hér. Við erum aðeins þetta sjálfsagt síðar. Ég líti á þetta sem stór mistök hjá meirihlutanum og slæmt skref að stilla sjálf upp í 3 heimastjórnir formennsku. Þið eru að gera þetta af flokkspólitísku máli. Gagnrýnin mun verða allmiklu harðari heldur hún hefur verið. Og ég held að þið séu ekki búin að bíta úr nálinni með þetta. Þetta eru mistök frá ykkur. Ekki fleira, takk. Einhverju fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi. Forseti, góði fundamenn. Mér langar kannski að bregðast bara við síðasta ræðumanni, Helgi Hlynur Ásgrímssyni, sveitarstjórnarfulltrúa. Auðvitað eru það viðbrigði hvernig raðast í nefndir og fleira, en varðandi heimastjórnir þá er það auðvitað rétt að það voru 2 heimastjórnir sem fóru til minnihluta og 2 til meirihluta síðast. En það var líka bara ákvörðun meirihluta að taka þá ákvörðun. Nú fórum við kosningar og við erum með fullt af nýju öflugu fólki. Það var bara mikill áhugi á að halda áfram og gera vel. Og þetta var ákvörðun okkar. Þannig að við viljum bara halda áfram að gera vel í þessum heimastjórnum. Og ákvörðun var að halda þessum 3 hjá okkur. Þannig að það er ekkert ægileg pólitík í því nema að við erum með öflugt fólk og höfum það vald í hendi okkar að gera vel í þessum málum og sú varð ákvörðunin. Það liggur nú ekki dýpra en það. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir vil lokið máli sínu. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ber ég upp tillögu sem liggur fyrir fundinum heimastjórn Borgarfjarðar. Aðalmaður og formaður nefndar Eyþór Stefánsson og varamaður Helgi Hlynur Ásgrímsson, varaformaður. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í heimastjórn Seyðisfjarðar. Tillaga fyrir fundinum sú að aðalmaður verði Björg Eyþórsdóttir, formaður, og varamaður verði Vilhjálmur Jónsson, varaformaður. Ég ætla að opna fyrir mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vill kveðja sér ljós. Ef svo ekki, þá ber ég tillöguna upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs. Tillaga fyrir fundinum aðalmaður Vilhjálmur Jónsson, formaður, og varamaður Björg Eyþórsdóttir, varaformaður. Ég opna fyrir mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vill tjá sig. Ef ekki, þá ber ég tillöguna upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá vindum við okkur í heimastjórn Djúpavogs. Tillaga fyrir fundinum aðalmaður Guðný Lára Guðrúnardóttir, formaður, og varamaður Ívar Karl Hafleðarsson, varaformaður. Ég opna fyrir mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vill tjá sig. Að öðrum kosti ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í kjör á yfirkjörstjórn. Í samræmi við ákvæði 17. greinar kosningalaga nr. 112/2021 kýs sveitarstjórn eftirtalda í yfirkjörstjórn. Þeim jafnframt falið að hafa yfirumsjón með starfi undir kjörstjórna í sveitarfélaginu og að vera hverfiskjörstjórn á kjörstað á Egilsstöðum. Aðalmenn Hlynur Jónsson, Arna Sofía Dahl Kristjansen og Björn Aðalsteinsson. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið.
Ef enginn kveður sér hljóðs þá ber ég tillöguna upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Og við vindum okkur þá í varamenn yfirkjörstjórnar. Tillaga fyrir fundunum Ólöf Ólafsdóttir, Ásdís Þórðardóttir, Guðni Sigmundsson. Ef einhver vill kveða sér hljóðs undir þessum lið þá orðið frjálst núna. Öðru leyti ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Og með vísan til heimilda í lögum kjöri í undirkjörstjórnir frestað. Þá erum við komin að kjöri fulltrúa í stjórn HEF Veitna. Vegna tilnefningar í stjórn HEF liggja fyrir 3 listar sem kosið verður í hlutfallskosningu í sveitarstjórn. Listi X, borin fram af fulltrúum B- og D-lista. Á honum sitja Ágústa Björnsdóttir D-lista, Vilhjálmur Jónsson B-lista, Ívar Karl Hafliðason D-lista, Eiður Gísli Guðmundsson B-lista, Elva Snær Kristjánsson D-lista og Sunna Dögg Markvað Guðjónsdóttir D-lista. Þeir sem kjósa lista X rétt upp hönd. Listi X fær 7 atkvæði. Og þá bjóðum við fram lista Y. Á honum skipa fulltrúar L- og VAF-lista, Helgi Hlynur Ásgrímsson VAF-lista, Hildur Þórisdóttir L-lista, Helgi Ómar Bragason VAF-lista og Eyþór Stefánsson VAF-lista. Þeir sem eru samþykkir honum rétt upp hönd. Það eru 4 atkvæði. Og listi Z, borin fram af fulltrúum M-lista, Þröstur Jónsson M-lista, Hannes Karl Hilmarsson M-lista. Jú, ég get opnað algjörlega. Ég opna umræðu fyrir þessum við. Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri, gott fundafólk. Það gerist því sama á upphafi síðasta kjörtímabils að ég ekki bara segja það, ég reyna að tróða mér inn í hitaveituna. Og ástæður þess eru afskaplega einfaldar. Ég tel mig bara afskaplega hæfan til þess að fara þar inn vegna fagþekkingar minnar og hef lagt áherslu á það að þetta snýst ekki pólitík þar, heldur spurningin að reka hlutafélag vel. Þess vegna ber ég þetta fram og ég hefði gjarnan viljað ræða það við minnihlutann áður en að allt þetta val á fólki í nefndir og ráð og hitaveitinu kom til. Það varð ekki, þannig að þetta kemur þá bara svona ískalt framboð og verður sjálfsagt fellt hérna. En samt sem áður að ég ætla bara að leggja áherslu á það að ég tel það eigi að vera mjög hæft fólk inn í hitaveitunni. Ég hef aðeins skipt mér af rekstri hitaveitunar og það óþægilegt að þurfa að gera það með því að senda inn fyrirspurnir. Það eru yfirleitt teknar sem neikvæðir, í þessu tilfelli var það ekki. Ég vildi bara fá svona hreinsun á ákveðnum málum og svöru spurningum. Og ég mun væntanlega nota það form þá eða einhver annað ef ég næ ekki kjöri hér framvegis og hef mikinn áhuga á rekstri þess félags og það gangi vel og sé þetta burðuga flotta flaggskip okkar. Takk fyrir. Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Þar sem þeir 2 listar sem bornir hafa fram hafa hlotið öll mögulega atkvæði, þá fellur niður listi Z og þá það þannig að listi X hlaut 7 atkvæði og listi Y hlaut 4 atkvæði. Hildur Þórisdóttir hefur óskað eftir. Forseti, ágætu fundarmenn. Ég myndi vilja fá skýringar á því af hverju það verið að taka 2 fulltrúa minnihlutans út úr stjórn HEF. Við fengum póst hér frá Birni Ingimarssyni 31. maí þar sem okkur var uppálagt að tilnefna 2 aðal og 2 varamenn í stjórn HEF og mér langar að fá skýringu á því af hverju D og B eru að ýta þessum 2 fulltrúum út. Takk fyrir. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri. Forseti og gott fundarfólk. Ég held
að ef ég nú bara svara þó ég sé ekki fulltrúi B&D eða B&D, þá þetta í rauninni bara nákvæmlega sama aðferðafræði og notuð var síðast. Það bara tekin hlutfallsleg í rauninni, það hlutfallskostning og eins og sem sagt niðurstöður þessa liggja fyrir núna, þá sé ekki betur en að þetta sé bara nákvæmlega þetta upplegg sem að þið voruð að ræða. Það er að segja að verða miðað við þetta að það eru í rauninni 6,36% atkvæða sem fara þarna á B&D eða lista X, þá þýðir það 3 menn. Það fara 0,36 eða 3,63% á lista Y sem þýðir 2 fulltrúa. Þannig þetta er bara nákvæmlega sama aðferðafræði og var nýtt síðast. Þannig að ég vona að þetta skýri málið. Takk fyrir það. Það eru fleiri sem að vilja tjá sig Svo er ekki. Og þá liggur fyrir kjör í stjórn HEF. Og ég fer yfir það aftur, listi X hlaut 7 atkvæði og listi Y hlaut 4 atkvæði. Nei, en ég í raun og veru ákværaði það að þú væri búin að ráðstafa þínu atkvæði, þannig að þú gæti, það væri engin atkvæði eftir til að deila. Ég fór yfir það og hann get gert það aftur. Þá fjöllum við ungmennaráð og tökum það til afgreiðslu. Fyrir fundinum liggur tillaga, sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra og starfsmanni ungmennaráðs að kalla eftir tilnefningum í ráðið í samræmi við erindisbréf ungmennaráðs. Þeir sem eru samþykkir því, rétt upp hönd. Það er samþykkt. Fyrir fundinum liggur tillaga öldungaráð. Aðalmenn Guðný Lára Guðrúnardóttir D-lista, Íris Randusdóttir B-lista, Baldur Pálsson L-lista. Ég opna fyrir mælendaskrá ef einhver vill tjá sig um það. Að öðrum kosti þá ber ég tillögun upp. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt, samhljóða. Fyrir fundinum liggur tillaga varamenn í öldungaráð. Það er Unnar Elísson B-lista, Sigurður Gunnarsson D-lista, Guðlaug Ólafsdóttir V-lista. Ég opna fyrir mælendaskrá, en ef enginn kveður sér hljóðs þá ber ég tillögun upp. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt, samhljóða. Fyrir fundinum liggur tillaga samráðshóp málefni fatlaðs fólks. Sveitarstjórn samþykkir að fela fjölskylduráði að kalla eftir tilnefningum 3 fulltrúa og 3 til vara frá hagsmunasamtökum fatlaðs fólks. Og þá tökum við tillöguna til afgreiðslu þeir sem eru samþykkir. Samþykkt, samhljóða. Þá erum við komin í tilnefningar í sameiginlegar nefndir, stjórnir og byggðasamlög. Fyrir fundinum liggur tillaga, já. Það er ekki tillaga, þetta er brágrætt. Samkvæmt fulltrúar sveitarfélagsins og haustþing og aðalfund SSA. Samkvæmt samþykktum SSA eru allir kjörnir fulltrúar sveitarstjórnar fulltrúar þess á haustþingi og aðalfundi SSA og skipta þar hlutfallslega með sér atkvæðafjölda sveitarfélagsins. Varamenn kjörinna fulltrúa í sveitarstjórnum eru jafnframt varamenn þeirra á haustþingum og aðalfundum SSA. Og þá ber ég tillöguna að opna fyrir mælendaskrá. Það öðrum kosti ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir. Það er samþykkt. Fyrir liggur tillaga almannavarnanefnd. Í samræmi við samkomulag skipan sameiginlegar almannavarnanefndar í umdæmi lögreglunnar á Austurlandi situr sveitarstjóri í nefndinni sem fulltrúi sveitarfélagsins. Sveitarstjórn staðfesti því Björn Ingimarsson sem aðalfulltrúa en varafulltrúi er Óðinn Gunnar Óðinsson. Ég opna fyrir mælendaskrá. Ef enginn kveður sér hljóðs þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir. Þá er það samþykkt. Stjórn Ársala BS. Aðalmenn Björn Ingimarsson og Guðlaugur Snæbjörnsson. Varamenn Óðinn Gunnar Óðinsson og Hugrún Hjálmarsdóttir. Ég opna fyrir mælendaskrá. En ef enginn kveður sér hljóðs þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt, samhljóða. Þá erum við komin í fulltrúaráð Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands. Fyrir fundinum liggur tillaga aðalmaður Björn Ingimarsson og varamaður Óðinn Gunnar Óðinsson. Ég opna fyrir mælendaskrá. En ef enginn kveður sér hljóðs þá ber ég tillöguna upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Þá telst tillagan samþykkt, samhljóða.
Fyrir fundinum leggur tillaga fyrir heilbrigðisnefnd Austurlands, aðalmenn Jónína Brynjólfsdóttir B-lista, Helgi Hlynur Ásgrímsson V-lista og varamenn Ólafur Áki Ragnarsson D-lista og Kristjana Sigurðardóttir L-lista. Ég opna fyrir mælendaskrá undir þessum lið, en ef enginn kveður sér hljóðs þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá liggur fyrir fundinum tillaga skipan fulltrúa á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga, aðalmenn Berglind Harpa Svavarsdóttir D-lista, Jónína Brynjólfsdóttir B-lista, Hildur Þórisdóttir L-lista og Helgi Hlynur Ásgrímsson L-lista. Varamenn Ívar Karl Hafliðason D-lista, Vilhjálmur Jónsson B-lista, Eyþór Stefánsson L-lista. Hér vantar einn varamann, Ásrún Mjöll maður. Og ég opna mælendaskrá undir þessum lið, en ef enginn kveður sér hljóðs þá ber ég tillöguna upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Ásrún Mjöll. Já. Samþykkt samhljóða. Já. Fyrir fundinum liggur tillaga að skipan í stjórn Brunavarna héraði. Tillagan hljóðar svo: aðalmenn Björn Ingimarsson og Guðlaugur Snæbjörnsson, varamenn Óðinn Gunnar Óðinsson og Hugrún Hjálmarsdóttir. Ég opna mælendaskrá undir þessum lið, en ef enginn kveður sér hljóðs þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Og þá liggur fyrir tillaga að skipun í stjórn Vísindagarsins EHF. Tillaga fyrir fundinum eftirfarandi: aðalmaður Björn Ingimarsson, varamaður Óðinn Gunnar Óðinsson. Ég opna mælendaskrá undir þessum lið, en ef enginn kveður sér hljóðs þá ber ég tillöguna upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá komið að skipan í svæðisráðs Vatnajökulsþjóðgarðs. Tillaga eftirfarandi: Vilhjálmur Jónsson B-lista og Pétur Heimisson V-lista. Varamenn Ásdís Helga Bjarnadóttir B-lista og Rannveig Þórhallsdóttir V-lista. Ég opna fyrir mælendaskrá undir þessum lið. Ef enginn tjáir sig eða óskar eftir að tjá sig þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Tillaga fyrir fundinum liggur einnig hér fyrir og eftirfarandi: Sveitarstjórn beinir því til byggðarráðs að tilnefna fyrir hönd sveitarfélagsins 2 fulltrúa í hvatasjóð Seyðisfjarðar og einnig til heimastjórnar Seyðisfjarðar að tilnefna 2 fulltrúa í heimastjórn. Og við opnum mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vill tjá sig. Að öðrum kosti ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Og þá þessum fyrsta lið, fyrsta dagskrárlið þessara nýju sveitarstjórnar lokið. Og við förum í mál númer 2, ráðningarsamningur sveitarstjóra. Fyrir fundinum liggur ráðningarsamningur sveitarstjóra, dagsettur 1. júní 2022. Eftirfarandi tillaga liggur einnig fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir framlagðan ráðningarsamning við Björn Ingimarsson sveitarstjóra. Samningurinn verði aðgengilegur á heimasíðu sveitarfélagsins. Ég opna mælendaskrá undir þessum lið. Þrösti Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Ég leiðir þetta nýta í samning okkar ágæta sveitarstjóra en ég gera það sama á síðast að það bara svona samvisku minni gagnvart út af svokölluðum biðlaunum. Mér finnst biðlaun ekki eiga sér stað í íslensku þjóðfélagi. Þetta ósiður, það búið að greiða mönnum fyrir vinnu þegar þeir láta á störfum. Þannig að mér finnst þessi liður númer 10 sem sagt ekki vel framsettur og og ég ætla að reyna bara að bera breytingatillögu þar upp með það og sem hljóða þannig að samningur þessi gildi til og með 30. desember 2024 eða til loka yfirstandi kjörtímabils sveitarstjóra verði það samið báðum aðilum skal þá heimilt að segja samningnum upp, sé samningnum sagt upp, skal farið með slíkt eins og gert á almennum vinnumarkaði án biðlauna.
Þannig að þetta setji fram ekki það að mér þykir kjörin eitthvað allt og góð hjá sveitarstjóra, heldur það að mér finnst bara biðlaun að það eigi bara allir að sitja við sama borð, hvort sem að það sé konan í frystihúsinu, verkamaðurinn eða forstjórinn eða sveitarstjórinn. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur komið með breytingartillögu, málefnaskrá er opin. Takk fyrir Ásmundsson og sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur. Forseti og annar fundafólk. Þarna kom Þröstur hittir naglan á höfuðið eins og oft áður. Þetta ef að fólk hefur fylgst með ráðningu og starfskjörum sveitarstjóra, þá var þetta bara mjög góður punktur. Ég meina, það var sveitarfélög lenti í því að vera með 3 sveitarstjóra á launum. Við lentum í þessu þegar við sameinuðum sveitarfélagið, það voru sumir með ansi góða samninga hvað þetta varðar. Þannig að ég ætla að taka undir þessa tillögu Þröstar. Takk. Málefnaskrá er opin, það eitthvað sem vill tjá sig. Svo er ekki, þá byrja ég á því að taka breytingartillögu Þrastar Jónssonar. Fyrir breytingartillagan hljóðar þannig að í stað gildandi klausu komi þessi klausa í staðinn. Samningur þessi gildir til og með 31. desember 2024 eða til loka yfirstandandi kjörtímabil sveitarstjórnar verði það samið. Báðum aðilum skal þó heimilt að segja samningnum upp. Sé samningnum sagt upp skal farið með slík slit eins og gert er á almennu vinnumarkaði án biðlauna. Og þá ber ég breytingartillöguna upp þeir sem eru henni samþykkir rétt upp hönd. Það eru 3 atkvæði. Þeir sem eru mótfallin breytingartillögunni rétt upp hönd. Það eru 8 atkvæði. Breytingartillagan er því felld og ég ber þá upp tillöguna að nýju. Sveitarstjórn samþykki framlagðan ráðningarsamningu Björn Ingimarsson sveitarstjóra. Samningurum verði aðgengilegur á heimasíðu sveitarfélagsins. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Samþykktur samhljóða. Þá vindum við okkur í 3. lið. Fundartími sveitarstjórnar. Fyrir fundinum liggur eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að fastur fundartími hennar verði 2. miðvikudagur í mánuði að júlí frátöldum og að fundir hefjist klukkan 14. Fundastaður verði auglýstur fyrir hvert fund en stefnt er að því að funda víðsvegar sveitarfélagið. Ég opna fyrir mælendaskrá undir þessum lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá ber ég tillögun upp. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Þá er það samþykkt samhljóða. Fyrir fundinum liggur einnig tillaga aukafund. Sveitarstjórn samþykkir að boða til aukafundar miðvikudaginn 29. júní 2022 klukkan 14. Þeir sem eru samþykkir því rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að 4. lið, málefnasamningur meirihluta sveitarstjórnar Múlaþings 2022 til 2026. Fyrir fundinum lá málefnasamningur B-lista og D-lista fyrir kjörtímabilið 2022 til 2026. Skjalið er hér lagt fram til kynningar og ég opna mælendaskrá ef einhver vill tjá sig. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið um orðið. Áfundastöru gott fund fólk. Beið nú með að rétta upp puttana hérna vegna þess að ég held að meirihlutinn ætlaði að fylgja þessu hlaði en ég ætlaði eiginlega að taka bara hæla meirihlutann fyrir þennan málefnasamning. Ég finnst hann góður
og margt í honum gott og mér langar aðeins svona bara að renna í gegnum þessi 6 eða 7 atriði sem þar eru og fyrst þá samband við stjórnsýsluna að þar vildi ég bara svona nokkra punkta við hvern lið að þar talað að klára verið að innleiða verkefnið í barnvænt samfélag og ég ætla að nota tækifæri hér til þess að benda á þá staðreynd að í grunnskólum frá, ef ég man það rétt, einhvers staðar frá Hrútafirði, norður og austurum, alla leið á Hornafjörð, eru 4 grunnskólar sem hleypa ekki Jesú Kristi inn whatever it takes. Gídeon félaginu hafnað að koma og dreifa þar Nýja testamentinu. Ég sem kristinn einstaklingur get engan veginn séð hvernig það börnum til íls að fá að kynnast Jesú Kristi. Og þessi skólar eru, sem sagt, af þessum, það bara 4 grunnskólar sem gera þetta og af þessu eru 2 í þessu sveitarfélagi, það að segja nánar tiltekið Fellaskóli og Egilsstaðaskóli. Og ég mun leggja áherslu á það, í þessum störfum, að það verður opnað á það að Gídeon félagið fái að koma inn í grunnskólana og til það hluta að því að gera þetta samfélag barnvænt. 2 skipulagsmál. Það gladdi mig mjög að sjá efsta liðin þar að hafist verið handa nýtt aðalskipulag sveitarfélagsins. Það gríðarlega mikilvægt að í þessa vinnu verið farið, ekki bara fyrir miðhéraði heldur allt sveitarfélagi heild sinni, en ekki síst fyrir þessa miðju hér að það skipulag takist og heppnist vel. Og ég held að allir viti það að ég nefni orðið norður-suður í því sambandi og vona menn skoði það mál mjög vel í samhenginu við þessi skipulagsmál, hvora leiðin að fara og geri það af röksemi frekar en pólitík. En það skilji ekki hvernig á að vera nokkur pólitík í slíku. Og við þurfum að grundvalla spurning í aðalskipulagsmálum að við ákveðum hvert íbúðabyggð á að þróast á Egilsstöðum, hvort hún eigi að fara til suðurs eða einhvað annað. Vegna þess að ef hún á að fara til suðurs þá þurfum við að athuga mjög umgæfilega með svo kallaða suðurleið hvort hún komi til greina yfir höfuð. Þannig ég vil svona bara hnykkja á þessu vegna þess að þetta var kosningamál okkar, þessi blessaða norðurleið. Flugvöllurinn í samgöngukaflanum, með bara flottur samgöngukafli, samt hnykkja á því að það talað semst uppbyggingu á Egilsstaðaflugvelli sem mjög gott að blessa. En því miður held ég að svo uppbygging sé nánast vindhögg á meðan ekki hægt að jafna eldsneytiskostnað á flugvöllunum 3. Það að segja Keflavík, Akureyri og Egilsstöðum. Þetta búið að sitja þarna fast í marga áratugi og það verðist engin vita af hverju það situr fast. Þannig að ég ætla að hamra á því hér að við gefumst ekki upp að fá þetta í gegn að þessi eldsneytiskostnaður verði jafnar vegna. Þetta grundvallaratriði fyrir því að flugfélög yfir höfuð vilji fljúga hérna og þau myndi losa mjög mikið notkun á vellinum. Hún myndi aukast, ég sannfærður það, hún myndi aukast bara ef þetta eitt kæmist í gegn. Mannvirkin, það gleður mig líka þar að meirihlutinn hefur tekið upp á arma sína og ég ekkert að segja að ég eigi hugmyndin en það bara svona samleið að við höfðum þá áherslu fyrir kosningar að við myndum forgangsraða fyrir börnin okkar varðandi uppbyggingu á grunnskólans og tónlistarskólans, ekki síst hér á Egilsstöðum sem áratugavís bara vera á hrakhól. Þannig að gleður mig að sjá þetta líka. Ég vil líka, það kemur ekki fram í honum en alveg klárlega þá mun okkar litli listi styðja það að gervigrassi á Fellavelli að það verði farið út í að klára. Þetta orðið algjört vandræðaástand og hvað sem knattspyrnudeild Hattar hefur málið að segja eða aðrir að þá verður að gera þetta. Þessi völlur í mikilli notkun, krakkarnir að koma þarna meira og minna sköðuð, það bara, maður lokar augunum þegar að markverðirnir, þessir öflugu markverðir, ungi strákar eða stelpur er að skutla sig fyrir boltan það eins og þessi að skutla sér á malbyggi en harkan í ungmennum hér á Múlaþingi greinilega mikil. Atvinnumálin,
Sko, það talað um nýsköpun og það bara mjög vel og við þurfum að huga svolítið að því að drepa ekki frumkvæði í stjórnkerfinu þar. Það allt og mikið þá. Síðasta kjörtímabil á þess að nefna nokkuð að þá var ég við 2 svona frumkvæði sem voru sett í gang. Að fólki sem var komið á staðinn vildi gera gott niður á Seyðisfirði, ekki síst í kjölfar skriðufallana. Bæði dæmin voru svona hálfdrepin af sveitarfélaginu. Annað dæmi hér sko, sem allir þekkja og sögurnar eru svo margar seinaganginn og snúningana, leyfisveitingar sambandi við byggingar, sko, að þar heyrir maður hverja sko, grátsöguna í viðbót þar sem að fólk sem hafi staðið framkvæmdum hefur jafnvel mist svefn og einn ágætur sem ég hitti hér einhvern tímann ekki fyrir alls löngu, sko, hann sagði, sem stóð í miklum framkvæmdum hér og sýndi mikill frumkvæði, tók mikla áhættu. Hann sagði, ég ger þetta aldrei aftur og ég spurði af hverju, jú, það samskiptunum við sveitarstjórnina, eða stjórnsýsluna, hvað varðaði leyfismál og teikningar og allt sem þessu fylgir. Þannig að þar þurfum við að virkilega að huga að. Menningarmálin, aðeins nýta í þau, lokið verið við uppbyggingu safnahús á Egilsstöðum. Ég bókaði hér á síðasta kjörtímabili neikvætt gagnvart því, vegna þess að ég tel mikilvægt að forgangsraða fjármunum til uppbyggingu grunnskólana og ég stend við það ennþá og safnahúsi það verði einfallega gengið í þær framkvæmdir sem koma í veg fyrir það að þar verði meiri skemmdir út af því ástandi sem á húsinu. En það svona, þarna ég ekki alveg sammála kannski þessu plaggi, ágæta plaggi. Umhverfismálin rétt stuðlað verið að orkuskiptum innan sveitarfélagsins, loftslagsstefna Múlaþings verði kláruð. Ég sit í þessari blessuðu nefnd sem fjallar það. Ég vona það að menn samt fara að fjalla það hér eins og annars staðar þessi blessuðu loftslagsmál, hversu alvarlegt mál þetta er. Það eru farin að renna 2 grímur á mjög marga vísindamenn allan heim að þetta sé nú ekki eins hrikalegt og það er, þetta blessaða snefilefni koldíoxíð, 0,04% á lofthjúpnum og hefur í gegnum jarðsöguna verið margfalt meira oft áður. Þannig að það er kannski öfugmæli að ég siti í þessari nefnd en ég ætla að sitja í henni nefnd kannski til þess að koma þessum sjónarmiðum að. Ef við ættum að hafa áhyggjur á einhverju hvað varðar umhverfismál þá er það kvikasilfursmengun í hafinu sem er orðin svakaleg. Fræðslumálin, bara fínt plagg þar. En aftur, ég vil koma Jesú Kristi inn í skóluna. Takk fyrir. Já, forseti ágæti fundamenn. Ég tek undir það að margt mjög fínt sem kemur fram í málefnasamningi meirihlutans. Ég fagna því að það sé verið að setja skilgreint framkvæmdafé í heimastjórnunar. Það er eitthvað sem ég vilja sjá gerast fyrr og eitthvað sem ég sé fyrir mér að geti styrktar og elt í sínu hlutverki. Ég árétta það að það er alveg óskaplega mikilvægt að við fylgjum eftir stóru samgöngumálunum okkar, Fjarðareiðagöngunum og Öxi sem fara í útboði í haust. Við eigum allt undir þegar það kemur að greiðum samgöngum í okkar viðfemma sveitarfélagi. Mér finnst það mikilvægt að við klárum safnahúsið á þessu kjörtímabili. Það liggur fyrir samningur sem þarf að framfylgja og sláturhúsið verður opnað í sumar og verður glæsilegt. Það eru fleiri punktar hér. Svo er það punktur sem snýr að skólamálunum eða þarfagreiningu. Það liggur fyrir þarfagreining í húsnæðismálum grunnskólana þar sem að grunnskólinn á Seyðisfirði er metið með hvað mesta þörf og þar á eftir grunnskólinn á Djúpavogi. Ég vil hvetja ykkur öll hér til að fylgja því eftir af festu. Þetta er gríðarlega mikilvægt verkefni. En á öðru leyti bara þetta fínn málefnasamningur og ég hlakka til samstarfsins. Takk fyrir. Jóna Brynjarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi.
fyrir. Undir þessum lið erum við að fjalla málefnasamninginn. Það gleður mig óskaplega að Hildur Þórisdóttir sveitarstjórnarfulltrúi og Trausti Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi skulu taka svona vel í hann og ég vænti þess að það verði gott samstarf okkar allra á milli að framfylgja þessum málefnasamninga því að eins og við vitum að í kosningabaráttunni það bar svo sem ekki mikið á milli og það náttúrulega líka vegna þess að við viljum öll vinna fyrir samfélag okkar og gera því vel. Þetta verkefnalisti til 4 ára og ég held að án þess að fara í nein smáatriði hér að þá ef við ætlum að ná að fylgja eftir þessum málefnasamningi þá þurfum við líka að halda þétt á spöðunum, vera skipulögð, við þurfum að huga fjármunum og nýtingu þeirra. Við þurfum að forgangsraða í okkar innviði og það alveg rétt eins og sveitarstjórnarfulltrúar hafa komið hér inn á varðandi uppbyggingu skólana að það algjör grunnforsenda. Við þurfum líka að byrja á því að taka hér á húsnæðismarkaði og sjá hvort okkur takist ekki það markmið að fá hér upp fleiri íbúðarhúsnæði sem fyrst á flestum stöðum. Þannig að ég í raun og veru fyrir hönd B-lista og sem oddviti, sem forseti sveitarstjórnar og formaður umhverfis- og framkvæmdaráðs mjög spennt fyrir komandi kjörtímabili. Ég tel okkur vera með góðan verkefnalista og ég hlakka bara til samstarfsins á komandi kjörtímabili þar sem við reynum að afgreiða sem mest af þeim málum sem fyrir okkur liggja. Takk fyrir. Orðið laust, fleiri vilja taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Þór Stefánsson við beðum orðið, gjör svo vel. Og ég færi forseta aftur stjórnfundarins. Forseti og annað fundafólk. Já, það nú eiginlega svo að ég held að láti nærri að svona miðað við hvernig kosningabaráttan var hvaða 2 flokkar sem hefðu getað búið til þennan málefnasamning. En þá getur maður ekki annað að spyrst hann þá virkilega góður. Kannski erum við bara öll svona húrrandi sammála, samdauna í því að finnast það. Jú, ég held hann sé í grunninn ágætur. Ég fagna því að það eigi að fara í nýtt aðalskipulag en nú minnugur þess að það stóð líka í síðasta málefnasamningi sömu flokka fyrir 2 árum síðan. Þannig að ég skora á okkur að gera betur í því. Það mikið af greiningum og þess áttar sem á að vinna og það vel en í því samhengi langar mig að benda á eitt sem að fer svolítið í taugarnar á mér. Býtu nú hvernig var þetta nú aftur orðað? Það þetta öldungaráði að fæla að gera aðgerðaáætlun. Ég ekki með þetta alveg fyrir fram að mig málefni eldri borgara eða eitthvað svoleiðis. En í því samhengi langar mig að benda á að öldungaráð nefnd sem að fær ekki greitt laun fyrir sín störf og ég myndi bara vilja að við myndum breyta því. Ég sé ekki alveg röksemdafærsluna að öldungaráð fá ekki laun fyrir sín störf samanber ungmennaráð. Mér líst vel á þessi plön varðandi húsnæðismál skólana og ég var eiginlega alveg rassandi biti yfir því að í þeirri greiningavinnu sem var unnin á síðasta kjörtímabili þá var verið að meta húsnæðisvanda skólana og ég var eiginlega alveg stór undrandi þegar ég frétti það og það var náttúrulega fyrir eigin trassaskap að frétta það ekki fyrir sko en að tónlistarskólarnir hefði ekki verið hafðir með í þeirri greiningavinnu því að þeir sem setja sig eitthvað inn í málefni þeirra að vita að þeir eru víðsvegar á hálfgerðu vergangi innan Múlaþings. Að því að sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson kom hérna inn á jöfnun eldsneytiskostnaðar áðan varðandi flugvellina. Ætla ég bara að minna á það að það alveg gjörsamlega að fara að gerast að við fáum að sjá drauga byggðaáætlun og í hvítbók var búið að taka þennan lið út í hvítbók byggðaáætlun. Það að segja jöfnun milli innanlandsflugvalla og ég held að þetta sé bara væntanlegt í haust sem sagt þá aðgerðaáætlun byggðaáætlunar og við skulum bara öll vera saman í liði að vakta það og sitja að fullu þunga ef þess þarf.
Svo er náttúrulega eitt sem ég sýni hálfgerðan skilning, en finnst nú samt svolítið skrítið að svona eitt af fáum kosningamálum, ef svo skulle koma, sem er Laxeld og Seyðisfirði, að það sé ekki minnst orðið á Laxeld og Seyðisfirði í málefnasamningi. Þar gátum við þó sum hver verið ósammála í kosningabaráttunni. Þá finnst mér það svona svolítið ódýrt að minnast ekki á það einu orði hvað stendur til í þeim efnum, en ég þykist nú alveg vita hvað stendur til í þeim efnum. Ég tek undir það sem kom fram í máli Helga Hlyns áðan og ætla að stelast til þess að vísa í þau ummæli hér. Mér finnst það svona svolítið súr sending til minnihlutans að fækka þeim, ég að reyna að nota ekki orðið bitlingar því það er svo vont orð, en fækka það stóðst bara formennska í einni heimastjórn minnihlutanum til boða núna og mér fannst það miður og það var svona ekki góð sending að mér fannst upp á að hafa áfram gott samstarf. Mér fannst það svona gefa tilefni til þess að tilefni til þess að vera að biðja harðari stjórnarandstöðu, en kannski er það bara það sem ég vilja, ég veit það ekki. En ég efast ekki að það góða fólk sem er komið þar orðnir formenn heimastjórna gerir það vel og þannig að þetta er ekkert bundið við persónu sem mér sko. En þetta gerir það óneitanlega verkum að maður fer að hugsa, já, eru heimastjórnir ekki hafnar yfir pólitík sem að vonaði að þær væru. Eins langar mig að segja frá því að við fengum að lesa það í blöðunum og heyra að meirihlutin ætlaði sér 2 fulltrúa í SSA og það er mikið talað að það eigi að vera rosalega duglegur innan SSA. Ég spurði nú bara Guðjón Bragason hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og með leyfi forseta ætla ég bara að lesa þessa fyrirspurn. Ég fékk leyfi frá Guðjónu til þess að lesa þetta upp á þessum fundi. Sæll Guðjón, nú hef ég sem fulltrúi í tilvonandi minnihluta fengið að vita hvernig meirihlutin ætlar að skipa í nefndir og hvað þeir eftirláta minnihlutunum. Ég velti fyrir mér einu, meirihlutin hyggst tilnefna 2 fulltrúa í SSA, það er Samband sveitarfélaga á Austurlandi, en ef skipað er með áþekkum hætti í það og aðra nefndir ætti minnihlutin að fá annan fulltrúa. B + D mynda saman 6 manna blokk. Gildir eitthvað annað en hlutfallskosning þegar þessir fulltrúar eru valdir? Og þá svarar Guðjón mér, sæll Eyþór, að því gefna minnihluti standi saman að kjöri nefndir og trúnaðarstörf ætti skipting að vera með þeim hætti sem þú segir. Það er 1 + 1. Þannig að ef að þessu verður haldið streitu þegar þar að kemur, þegar við förum að kjósum þetta, þá vil ég bara fara fram á það hér og nú að við höfum þá einhvers konar lögfræða álit þar sem að þetta liggur fyrir og verður bara gert rétt. Því að maður veldi fyrir sér, nú vill svo til að meirihlutin er með yfir 50% atkvæða, í síðustu kosningu var með undir 50% og maður veldi fyrir sér hvort að það sé lýðræðislega sanngjarnt að það þýði þá bara að þeir fái 100% fulltrúa á vettvangi SSA meðan að það er ef til vill sanngjarnara að það sé 1 og 1 og gildir þá einu hversu duglegir menn ætla að vera. Ég held að fulltrúi minnihlutans ætli örugglega að vera duglegur líka fáandi þess tækifæri. En ég fer þá bara fram á það hér og ég mun gera það kannski formlegar þegar það kemur að við fáum bara úr þessu skorið. Því að ég allavega Guðjón Bragason er engin vitleysingur þegar það kemur á þessum málum. En ég ætla bara að halda áfram að starfa eins og ég hef alltaf starfað í sveitarstjórn og mér líst vel á bara mjög margt í þessum málefnasamningi og mun reyna að halda áfram að láta gott að mig leiða. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir, orðin.
Forseti, góðu fundamenn. Það hefur verið stiklað á mörgu úr málefnasamningnum og gott að vita að sé almenn ánægja með það, og eins og hefur komið fram hér að við höfum verið ótrúlega samstíga í flestum málum hér í síðustu sveitarstjórn og vonandi höldum við því áfram. Mér langar kannski til að bregðast við bara svona sérstaklega þessum síðustu orðum sem að komu hér fram, Eyþóri Stefánsinni, sveitarstjórnarfulltrúa, eins og varðandi SSA, sko, og það að vera rosa duglegur af því það kemur. Auðvitað eru við öll mjög dugleg, en ég fagna því og ég segi það líka að það er alveg ástæða fyrir því að við bjóðum okkur fram í pólitík. Það við erum uppfull að því öll að gera vel, og mér finnst allt í lagi að láta það koma fram ef maður er að fjalla þessi mál og ætli sér og sýni bara kraftin í sér, þannig að það er ekkert annað sem kemur það fram. Við höfum auðvitað rætt það að okkur langaði semst að vera bara báðir fulltrúar í meirihlutunum og við stefnum á því, nema lög segja annað, auðvitað förum við til lögum og alveg svo við skipanir í nefndir hér, við förum ekki á skjön við lög, en það er misjafnt hvað okkur finnst, ósangjant, sangjant og fleira, þannig að við förum ekki á skjön við lög, þannig að ef að lögin segja okkur eitthvað annað varðandi skipun í nefnd SSA, þá við förum eftir lögum, það er alveg akkurat þannig. Og ég vil segja það hvort sem sé við í meirihluta eða minnihluta að auðvitað erum við viljum öll gera vel og við erum með stór mál, sérstaklega sem við þurfum að beita okkur þar inni í SSA og það hefur verið alveg stiklað á því eins og með flugvallarmálið. Ég meina það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að uppbygging á Egilsstaðaflugvelli muni fara í gang og byggt á svona þessu máli í gegnum tíðina, það er gengi alveg gríðarlega hægt að fá fjármenni í þessu uppbyggingu, en byggt á varaflugvallagildi vallarins, þá eigum við að fá fjármenni í þetta og það er svona mesti sénsinn okkar og þá má náttúrulega bara segja það eins og með flugstefnuna að flugvöllurinn hjá okkur er fyrsti varaflugvöllur samkvæmt flugstefnu sem var gerð í fyrsta skipti og við verðum að halda því á lofti og vera ákveðin hvar sem í pólitíku erum, við þurfum bara að vera öfluga ákveðin og það er bara það sem að liggur þar á bakvið, að vera duglegur og vilja gera eitthvað, að það er bara þetta að koma okkur alla leið í okkar málum og sem betur fer þá heyri ég það að við erum mjög samstíga í öllum þessum málum. Við hefum líka frá sameiningu reynt að gera mjög vel varðandi fjárhagsáætlun. Við sáum það fyrst að þá hefðu sveitarfélögin fráfarandi unnið á annan hátt og eftir að við fórum annan hring og gerðum þetta öll eins og þá var mikil samstaða sem ég fagnótti. Við viljum hafa þannig og eins hefur verið talað þarfagreiningarnar og þær eru gríðarlega mikilvægar. Að það sé ekki pólitíkin eða einstakir aðilar sem að ýta ákveðnum verkefni framar, það er bara staðreyndin, bæði eftirspurn, eftir hvort það sé leikskólapláss, grunnskólar eða fleira og líka bara hvernig statusin á þessum húsnæðum, að við verðum að bregðast rétt við og við höfum gert mjög góða hluti með því að temja okkur þetta vinnulag og við munum halda því áfram, það er ekki spurning. Og talandi það, þá erum við að gera gríðarlega vel varðandi eins og bara með leikskólamálin. Varðandi fjárfestingar, það eru 750 milljónir á þessu ári, svo er það 500 ár eftir ár núna. Það er náttúrulega, það færðist á milli eins og leikskólinn, af því að hann er á þessu ári, þá er þetta herra, en það færðist til ákveð fjármagn á milli ára. Þarna erum við að reyna að standa öðrum sveitafélögum framar varðandi það að þegar fólk flyst í sveitafélög okkar Múlaþing hvar sem það er, að það fái leikskóladvöl fyrir barnið sitt frá 12 mánaða aldri. Og mér finnst það vel gert út af því að þetta er aðal pólitíska máli sem er fyrir sunnan. Þannig að ég er rosa ánægð með það. En það sem að vantar hér virkilega, það er uppbygging húsnæðis. Það er bara þannig, íbúðarhúsnæði. Og það er bara alveg sama hvað við tölum hvar í sveitafélaginu, öll fyrirtæki og það vantar alltaf húsnæði, það vantar starfsfólk, en það er líka eins og fyrirtækin segja og því það er ekkert húsnæði. Þannig að það er fólk að flytja úr húsnæði og flytja saman í húsnæði til að skapa húsnæði fyrir starfsfólk. Þannig að
Þetta númer 1, 2 og 3 þar sem við þurfum að gera vel. Og þannig að við verðum að taka, stjórnsýslan hjá okkur verður að vera einföld og skilvirk og eins með þá sem fari í framkvæmdir að það verður að vera skilvirk og góð þjónusta, leiðbeinandi ráðgjöf. Þannig að við séum alls ekki að draga úr ferð framkvæmdaraðila sem á fullri ferð við að byggja upp. Auðvitað förum við ekki á skjön við lögin, en við þurfum bara að gera vel í að aðstofa fólk. Þannig að þetta það sem við þurfum að gera og þeir verktakar sem eru komnir að borði og svo varðandi aðalskipulagsbreytingu, deiliskipulagsbreytingar og ég fagna því að eins og með miðbæjarskipulagið að það er fætt. Ég rosalega ánægð með það og það eru verktakar í samtali og þá ítreka ég það líka að með þá verktakar sem í samtali að það sé gott samtal og við séum tilbúin aðeins að gera eitthvað til að lenda því, kannski ef húsnæði teiknað upp ákveðin hátt, þá hlýtur að vera hægt að breyta aðeins teikningunum þannig að það falli að verktökunum. Ég veit ekki, bara þeir sem sinna þessu samtali, bara sinni því gríðarlega vel og við missum allavega ekki frá okkur verktaka byggt á því að við séum kannski ekki að sinna því nógu vel. Svo má líka orða eins og með Votahvam, það ekki, já ég held að kallist Austurtún sem verði þar. Það gríðarlega mikið fjölbýlishúsnæði sem verður þar og gríðarlegur áhugi. Þannig að, og ég tel að þráttur að við séum vön því að með byggða þróun hér og að íbúum fjölgi sem sagt eitthvað ákveða ári, við ætlum bara að sprengja þann skala algjörlega. Það bara þannig. Við þurfum að byggja enn meira fjölbýlishúsnæði, það í farvatninu og við þurfum að hugsa enn lengra, bara skipuleggja fyrir blokkir og fleira líka, þannig að við séum tilbúin og alltaf skrefin á undan og hugsum fram í tíman, bæði í fjárfestingum, horfum ekki bara til 3 ára, við þurfum að horfa langt fram í tíman, til 10 ára. Þannig að ég svo sem búin að fara alveg út á suður svo sem að ég ætla nú ekki að fara algjörlega í hvert lið í málefnasamningnum en búin að stikla á því, en ég get náttúrulega ekki eins og að því vorum að tala SSA og við séum öflug þar inni og hver sem að verður þá þar inni eða að þú veist lögum samkvæmt þá verður það þannig. En við megum líka, við verum að passa í sveitarstjórn og byggðaráði líka að við séum gríðarlega öflug þar með bókanir líka. Hvort sem séu samgöngumálin okkar, við vitum að við erum með á samgönguáætlun, öflugar framkvæmdir sem verðum bara að standa vörðum og eins með vetrarþjónustuna sem við höfum verið að gera líka í byggðaráði að gera bókanir þar með öfluga vetrarþjónustu út af því að hvar sem að býr innan Múlaþings við þurfum að komast hvern einasta dag í þá þjónustu og atvinnu sem við erum að leita til. Og svo það náttúrulega bara heilbrigðisþjónustan sem að ég brenn fyrir líka og talandi að reyna að komast eitthvað staðar inn eins og ég sagði það hvað sem til að gera vel. Það var náttúrulega bara ástæðan fyrir því að ég bauð mig líka til Alþingis út því ég veit það, ef við ætlum að komast alla leið með öll mál þá það bæði SSA sem við þurfum að gera en við þurfum líka að komast inn á Alþingi. Þannig ég hvet bara alla sem hafa líka pólitískan áhuga að bjóða sig enn lengra og til Alþingis. Við þurfum bara Austurland að fá bara mun fleiri þingmenn en við höfum og það það sem að telur til þess að reyna að grípa stór verkefni. Og það til dæmis eins og með grunnheilbrigðisþjónustuna að við þurfum að láta í okkur heyra. Heilbrigðisþjónusta þarf að vera miklu öflugri og ég hef verið eins og Billy Plata með fullbráða greiningu og hversu lengi hafa bókanir varðandi fullbráða greiningu. Allir sveitarstjórnarfulltrúar á Austurlandi samþykkir því að það verði tryggt að það verði fullbráða greining með nauðsynlegum tækjakosti á þeim, hjá þeim heilsugæslustöðvum þar sem að flugvellinir eru, á Norðfirði og hér á Egilsstöðum. En mér finnst ekki, til dæmis innan SSA, hafa verið beitt sér nógu mikið með þessa bókun. Það einn fundur með HSA sem var fenginn og það átt að hitta það aftur. Það hefur, ég veit ekki betur, ég veit ekki hvað hvort það hefur verið farið í heilbrigðisráðuneytið. En þetta brenn ég fyrir og ég vil gera enn betur. Ég ekki að setja út á neitt í SSA, en ég hef ákveðna krafta, mér langar að komast þarna inn og laga þetta, hvort sem það verður eða ekki. En þetta bara minn áhugi í þessu máli sem fleiri stórum málum sem við verðum að gera vel. Og mér langar bara rétt að koma eins og með líka fjölgun, hvíldar, langlegu og dagþjónustu plássa fyrir aldraða. Það bara akkúrat þannig að það verði ekki eins og nýtt þau pláss sem eru til staðar núna. Og
ástæðan sögð vera mikil mannekla og þá komum við aftur á húsnæðisskortinum. Þannig að við verðum að gera vel. Það þýðir ekkert bara að tala og reyna að ýta þessu eitthvað, við þurfum bara að vera svolítið stór huga í þessu og laga þessi mál. En ég vona ég sé ekki að gleyma neinu stóru, en allavega takk fyrir mig. Takk. Þá hefur Berglind Harpa Svavarsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi lokið máli sínu. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi hefur óskað taka til máls. Já, forseti og ágæta fundafólk, komið sæl. Þetta verður nú bara stutt hjá mér og ekki beint til hennar Berglindar. En bara svona hvað málefnasamningin varðar, þá bara margt sem ágætt í honum og ýmislegt sem við erum eflaust sammála En þó verði ég eiginlega að taka undir með Eyþóri hvað fiskeldismálin varðar, að það sé ekki á þeim minnst, finnst mér mjög athugavert. Og þar auki sakna ég umfjöllunar virkjanamál sem hljóta að vera stór mál í sveitarfélaginu okkar og hljóta eiga sér stað í slíkum málefnasamning. En ég vildi bara koma þessu á framfæri. Takk. Þá hefur sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir lokið máli sínu. Forseti hyggst taka til máls og óskar eftir að þessi varaforseti taki við. Já, Jónína Brynjólfsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur óskað að taka til máls, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Virkilega góðar og gildar umræður og mér langaði aðeins að bregðast við. Varðandi þar sem að sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson kom inn á, að þá langaði mig að fara aðeins inn á greiningarvinnu bak við skólana, að hún var í raun og veru kannski ekki eins djúp og ég hafði vonast eftir sjálf, að því að niðurstaðan var bara svo að ástand skólana var bara það áberandi misjafnlega illa statt að það þurfti ekki að fara mjög djúpa vinnu til að sjá hvað þetta byrja. Þannig að það var bara sett upp forgangsröðun sem að byrjaði á Seyðisfirði og Djúpavogi og svo Egilsstöðum. Í okkar málefnaskrá tölum við að hafa tónlistarskólana inn í skólanum og það okkar stefna ef við getum með nokkru móti komið við. Þannig að sú greiningarvinna hún var ekki mjög djúp, nei, en það bara þótti ekki ástæða til að eyða miklum tíma í það, heldur bara frekar að fara af stað með þau verkefni. Hér hefur líka verið rætt aðalskipulag og ég bara fagna því hvað fólk jákvætt gagnvart því að það verður svakaleg vinna. Það verður rosaleg vinna og það mun taka örugglega vonandi vera búið fyrir næstu kosningar. Ég segi vonandi, ég veit ekki alveg hversu langa tíma það tekur en það mun taka langa tíma og við viljum gera vel, við viljum hafa metnaðarfullt og þar viljum við hafa inni þau málefni sem við teljum nauðsynlega að hafa og þar meðal eru orkumálin eins og sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir kom hér inn á áðan. Við erum að klára núna þá greiningu á mögulegum stöðum til vindorku. Það liggur fyrir umhverfis- og framkvæmdaráði og verður kynnt sveitarstjórnarfulltrúum, formönnum heimastjórna og nýjum meðlimum umhverfis- og framkvæmdaráðs bráðlega og síðan verður það kynnt í sveitarstjórn. Það fyrir aðalskipulagsvinnuna. Það ekkert úr vegi að áætla að við þyrftum að fara í einhvers konar stefnumótun í vatnsaflsvirkjunarmálum samhliða nýja aðalskipulagi. Þannig að það ekkert útilokað að við munum bara gera það. Auðvitað eigum við að hafa stefnu í því hvernig við viljum byggja upp okkar virkjanamál hér, hvort sem það vindorka eða vatnsorka eða annars konar orkuöflun. Varðandi laxeldi á Seyðisfirði sem að hér talað það rétt að það ekki getið sérstaklega á það í okkar málefnasamningi og það alveg ástæða fyrir því. Við töldum bara ekki nauðsynlegt að taka það fram að við styðjum við uppbyggingu atvinnulífs víðsvegar í sveitarfélaginu og það okkar stefna, það stefnum beggja framboða og okkur fannst í raun og veru óþarf að fara að tiltaka það sérstaklega þegar við yfir höfuð styðjum alla atvinnu uppbyggingu. Við náttúrulega, þetta var stórt kosningamál og það má öllum vera fullljóst hver okkar afstaða í því við styðjum við fiskeldi og við viljum sjá þá atvinnugrein blómstra en við viljum líka sjá aðrar atvinnugreina blómstra. Þannig við vildum ekki taka það sérstaklega út fyrir sviga á kostnað einhverja annarra atvinnugreina sem gæti þá staðið til hliðar og sagt hvað með okkur, eins og til dæmis verktaka sem eru ansi stórir hér á héraði og myndu þá spyrja sig hvort að þeirra starf mætti sín lítils, en svo ekki. Varðandi heimastjórninar, sko þetta eru bæði, ég skil að fólk og minnihlutin sé ósáttur við að fá eina heimastjórn. Ég ætla samt að segja, sko, það eru góðar fréttir í þessu samt. Þegar við lögðum af stað með nýtt stjórnkerfi og fórum að pröfukeyra heimastjórnir,
það voru svona vangaveltur það hvort það myndi virka og það voru vangaveltur það hvort þetta hefði nú ekki virkað í Reykjavík með eitthvað hverfaráð og eitthvað. Mér finnst þetta svolítið verið að segja, heimastjórnar skipta bara heilmiklu máli. Við erum að bítast þar, af því að við sjáum að það skipta máli. Þar getum við átt gríðarlega mikilvægt samtal, bæði við íbúa og fyrirtæki og þar getur, af því að heimastjórnin hefur það að hafa dagskrárvald og í raun og veru komin í þá, vonandi þá aðstöðu bara sem fyrst að geta farið að sjá ákveðin verkefni, framkvæmdaverkefni, þá erum við bara að segja það að heimastjórnin að skipta gríðarlega miklu máli. Þannig að það eru kannski góðu fréttirnar og ég veit að minnihlutinn er ósáttur við að hafa fengið eina heimastjórn en eins og Berglind Harpa kom inn á áðan, sveitarstjórnarfulltrúa, þá var það bara, það var mikið rætt hjá okkur og það var tekin þessi niðurstaða. Þannig að svoleiðis er það. Varðandi SSA, þá er það sannarlega svo að fyrir hönd Fjarðabyggðar sitja 2 fulltrúar meirihlutans og varamenn þeirra eru 2 fulltrúar meirihlutans líka. Að mér best vitandi að þá er kjörstjórn sem að tekur við þessu á SSA-þingum og það kemur náttúrulega fram hér eins og við fórum yfir áðan að við sveitarstjórnarfulltrúar þegar við erum komin inn á haustþing og aðalfundi þá skiptum við atkvæðafjölda sveitarfélagsins á milli okkar. Við erum hins vegar ekki að fara að brjóta nein lög eins og Berglind Harpa Svavarsdóttir kom inn á áðan, það liggur alveg fyrir. En við teljum að þetta sé mögulega með því móti að þá séum við með meirihluta inn á þinginu og getum þar alveg skipað 2. Við munum hins vegar ekki gera það ef það brýtur lög, það er alveg að hreinu. En það er ekki komið að því fyrir í haust, þannig að við getum látið okkur hlakka til að velta okkur upp á þessu þangað til. Varðandi samstarf og að því vorum að tala heimastjórnirnar, að þá held ég að sé bara mjög mikilvægt að stjórnarandstaðan sé sannlega stjórnarandstaða, af því að Eyþór kom inn á það hvort við værum nú svo ofboðslega öll sammála, að ég held að það sé mikilvægt að við bara auðvitað að okkur sé augrað, af því þóttu við séum öll sammála, þá næst alltaf besta niðurstaðan með því að ræða saman og vera pínu ósammála. Við bara megum ekki taka í persónulega, en við erum að vinna að málefnum sveitarfélagsins og samfélagsins öllum til góða og það er mikilvægt að raddir heyrist, gagnrýnisraddir, hvort það er norðurleið eða suðurleið eða hvað það er, að því þannig fæst bara besta niðurstaðan í málin. Þannig að ég bara vona það að stjórnarandstaðan sýni okkur aðhald og hnippi í okkur ef að við erum ekki alveg á réttum stað. Svo vil ég á endanum segja þetta, að þetta sveitarfélag átti ansi brösuga byrjun. Við fórum strax inn í Öskjuhlíð og Seyðisfirði og síðan inn í COVID. Þannig að ég tel næsta kjörtímabil vera það kjörtímabil sem er mjög mikilvægt fyrir okkur að vera öflugu samtali og með öflugu ásjónu og sterka ímynd, bæði á Austurlandi og líka bara á Íslandi. Hvort sem það er innan SSA eða inn á Alþingi. Við erum orðið miklu stærra sveitarfélag, við erum með fleiri íbúa, við þurfum bara að finna þessa góðu, sterku sjálfsmynd sem ég tel okkur vera komin með núna. Það er komin reynsla á stjórnkerfi okkar, við erum stöndum á bak við það. Og það eigum við að nota til þess að ná okkar málum fram, ekki bara fyrir sveitarfélag, heldur fyrir Austurland. Hvort það eru málefni flugvallarins eða önnur mál, eins og Berglind Harpa Svavarsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi kom inn á hér áðan. En ég hef lokið máli minni í bili. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Hildur Þórisdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur beðið málið. Nú mun ég fela forsetastjórn fundarins. Já, forseti ágætu fundarmenn. Það eru nokkri punktar sem að mér laðist að fara yfir hér áðan. Það kemur fram í málefnasamningi meirihlutans að unnið verði markvisst að bæta aðgengi innan sveitarfélagsins. Nú er búið að ráða aðgengisfulltrúa og mér langar að spyrja hvar þau mál standa og hvort það sé komin áætlun til þess að vinna eftir. Einnig var punktur að þrýst verði aukið framboð fjarnáms á háskólastigi. Áfram unnið að uppbyggingu staðbundins háskólanáms á Austurlandi og innan sveitarfélagsins. Og mér langar að spyrja þá kannski formann byggðarráðs hvar þau mál standa varðandi samstarf Múlaþings við University of Highlands and Islands. Einnig langar mig að koma aðeins inn á bráðagreiningatækið hjá HSA í Stum því að við ræddum þetta mál töluvert í kosningabaráttunni og í grunninn er þetta gott mál. Og maður skilur rökin hann að bak við vegna nálægðarinnar við flugvöllinn. En
það vantar svolítið á að þetta ákall komi frá heilbrigðisstofnuninni sjálfri, HSA og Egilsstöðum. Mér skilst að það sé búið að eyða 40 milljónum í viðgerðir á tækinu sem núna á Fjórðungssjúkrahúsinu. Hver lampi kostar 15 milljónir. Þeir eru búin að bila 2 sinnum. Það þarf ákveðin sjúklingafjölda á dag til þess að viðhalda tækinu þannig að perunar sé ekki að bila. Það þarf 3 geislafræðinga til þess að starfa við tækið. Þannig ég ætla að einnig að spyrja því, hvar stendur frumvarpið í þinginu? Er búið að afgreiða það og er búið að svara þessum spurningum sem að fólk innan HSA er að velta fyrir sér. Og þá leggja áherslu á það að ef það farið þessa vegferð þá verður að fá HSA í lið með sér. En nóg í bili, takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, beðið um orðið. Bregðast við fyrirspurn Hilda Þórsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, Hafnarfjarðar. Forseti, góða fundarmenn. Það er bara að þakka fyrir þessar fyrirspurnir. Það er gott að fá allar hugleiðingar hér upp á borð. Já, fyrirspurn frá sveitarstjórnarfulltrúa Hildi Þórsdóttir. Ef við tökum þetta bara í þeirri röð sem það komið varðandi aðgengisfulltrúa, þá er hann starfandi undir félagsmálastjóra. Þannig að við þurfum, og þetta er ástæðan fyrir því að við erum að flýta hér sveitarstjórnarfundi til þess að nefndir, til dæmis eins og fjölskyldunefnd, með þessi mál á sinni könnu. Þannig að ég náttúrulega er ekki inn í þeirri nefnd, en aðgengisfulltrúi er í starfi hjá félagsmálastjóra. Það voru alveg hugleiðingar að því þú nefndir fundin með Öryrkjasambandinu, hvort hún þyrfti kannski eitthvað með sér eða gera betur, en þetta er akkurat verkefni fyrir fjölskylduráð að vinna með. Þannig ég er ekki með einhverjar nýjar upplýsingar frekar en sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórsdóttir í þessu máli, að við höfum nú ekki hist í langan tíma og ekki haldið fund. Varðandi UHI verkefnið, þá er það bara alveg sama og við fengum núna síðast. Þetta verkefni er náttúrulega mjög gott og nauðsynlegt, en hefur verið að seinka eitthvað vegna, það er eitthvað breytingar í mönnun úti. Þetta er ekki stopp þetta verkefni, þú veist, það er á einhverju pásu út af einhverju mönnunarbreytingum úti, en eins og með þetta verkefni og allt annað, að við verðum bara að halda vel að þeim málum, að þetta stoppi alls ekki, og þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur þetta samstarf. En það er alls ekki, þetta er á ferð, en út af einhverjum mönnunarbreytingum erlendis hjá þeim, þá er eitthvað verið að manna aftur í ákveðin lykilstörf, og þess vegna er þetta ekki á fullri ferð eins og við hefum viljað, en við þurfum að halda aðhaldi algjörlega því. Varðandi HSA, þetta er akkurat málið, að við þurfum að fá þá með okkur, að það er alveg einkennilegt að þeir vinni ekki markvisst að þessu verkefni. Ég er ekki, svo ég komi inn á það, ég er hjúkrunarfræðingur og vann á bráðamóttökunni okkar á Egilsstöðum í 14 ár. Ég veit alveg hvað fer þarna fram. En eitt sem við verðum að passa, að við erum með yfirstjórn HSA og þar er fólk allstaðar á Austurlandi. Það er akkurat það sem að við verðum, og í gegnum SSA og fleira, að hugsa sem eitt. Hætta, ef maður getur kallað, hreppapólitík. Ef við eflum eitthvað á Austurlandi, eitthvað staðar, þá erum við að ganga á eitthvað annan. Í þessu máli sem og í samgöngumálum að hringtekja Austurland og með samgöngunum okkar, við verðum bara að hugsa sem eitt. Og ég vil bara vara við að við hugsum í einhverjum hindrunum, eins og ég hef heyrt líka, eins og ég heyrði líka núna og hef heyrt áður. Það þarf mönnun og það þarf þetta og hitt. Þetta er ekkert mál. Þetta á bara lögum samkvæmt á að sinna þessu, og ég veit ekki ástæðina af hverju hefur ekki verið gert betur hingað til. Ég bara skil það ekki. Lögum samkvæmt á þetta verið í lagi, og það er bara staðreynd að það er stór hættulegt að bráð veikjast hér, svo þarf maður að komast til læknis og maður kemur til Egilsstaða í miðju sveitarfélags þar sem flugvöllurinn er. Hér er ekki tæki og tól til þess að vita hvort að maður sé alvarlega slasaður
alvarlega veikur eða bara ekki, þá tekum við ferðalagið og þá einmitt með þessu öflugu samgangur. Hvar býr maður í Múlaþingi, hvað maður lengi að gera sig grein fyrir maður sé alvarlega veikur, svo kemur maður í Egilsstaði og þar engin tæki eða tól og svo búum við það að við erum með lækna yfirleitt sem eru nýútskrifaðir eða ekki einu sinni með sérnám í heilsugæslu, hvað þá sérnám í bráðalækningum, svo erum við ekki einu sinni með tæki og tól og þá tekum við rúndurinn á Norðfjörð. Ég þurfti bara sjálf að fara með drengi minn 3 sinnum í myndatöku á Norðfjörð af því að það var af því að sú sem vinnur hér á tækinu, hún fór í eitthvað smá frí. Þú veist, þetta og þá var bara spurningin hvort þetta væri brátt eða ekki. Og ég nenni ekki að vera með í maðurum og það akkurat þetta sem að varð oft varfið þegar ég var á heilsugæslunni, að eldra fólki sagði nei, ég vil ekki fara. Og það var það, þetta óöryggi, af því að það var verið að senda þig eitthvað og þú vissir ekki hversu alvarlegt þetta væri. Hvort þú ætlaðir að berjast fyrir þínu lífi og þú þyrftir að fara að bíða til flugvélinni, sjúkrafluginu, og það var spurning, hún í flugi bara Vestfjörðum á leiðinu suður og eitthvað. Þegar hún búin í flugi, þá skulle hafa á hreinu að hún þarf að fara norður og græja sig aftur og svo kemur hún og svo 400 km flugleið. Og hvað þá ef að flugvöllurinn í Vatnsmýri verður lagður niður? Þá bætist við klukkutími viðbóta því þú ert að lenda í Keflavík, það tekur mikinn tíma að lenda þar og komast í sjúkrabíl, flug og keyrslan suður og þetta ekki alltaf þó ég hef alltaf talað um heilablæðingar og við vitum hvernig það að þetta líka bara fyrirburar og hvað sem Við verðum að standa vörð flugvöllinn í Vatnsmýri, byggt á lögum almannahagsmuni sem virkar mun sem þú veist, skipulagslög Reykjavíkurborgar, þau eru vægari en lögum almannahagsmuni. Þannig að þetta bara eitthvað sem við verðum að berjast fyrir og við verðum að berjast fyrir tækjum og tólum. Alveg eins og við erum að tala fjarlækningar og svona, þú veist, tæknin bara lykillinn og öllu núna. Og ég svo sem við láðust á það í málefnasamninguna áðan að tala bara mikilvægt ljósleiðaravæðingar og raforku. Þetta eru bara grunninnviðir ef við ætlum að grípa tækifærin. Þannig að ég varandi HSA, ég vildi óska þess að þeir myndu leggjast á árarnar með okkur og ég skil ekki hvernig þeir geta ekki lagst á árarnar með okkur og þeim ber bara skylda til þess. Þannig að ég veit ekki hvað það sem að stjórnar því. En varðandi þessa þingsályktunartillögu og eins og kom inn áðan, ég varaþingmaður og í hvert sinn sem ég mun stíga inn, þá mun ég koma sem rödd landsbyggðarinnar. Og þetta var það sem að lá á fólki í aðdraganda alþingiskosninga, samgöngur og heilbrigðismál. Og þarna megum við bara ekkert gefa eftir. Þannig að þetta þingsályktunartillaga sem fer í ákveðin bunga, bíður eftir að vera tekin fyrir, þannig að þetta náttúrulega ekki orðið að frumvarpi, en það þarf, ég búin að fá töluvert af meðflutningsmönnum sem skráðu sig á þingsályktunartillöguna, en það gengur voðalega hægt í þinginu í dag. Það náttúrulega svolítið mikið verið að tefja og þá eru bara öll mál sem bíða. Og því miður bíður þetta mál. Og við verðum bara að passa að það fari áfram og það heimavinnan í okkur bara að fá HSA á fund og tala þessu máli. Og ef þeir eru á móti því, þá þurfum við bara að fara enn hærra og þá bara mikilvægt að SSA séu öflugt áfram og þar kemur áhugum minn að setja þar inni. En ég held að við öll verðum bara að róa að þessu hvar sem við erum í pólitík og í hvaða nefndi sem við erum. Þannig að ég brenn verulega fyrir þessu og við verðum að gera betur. En varðandi, komst aðeins inn á sneiðmyndatækið niður frá og það alveg rétt. Það bara búið að vera bilað mjög oft og það áhyggjuefni. Þá bara ekkert sneiðmyndatæki á Austurlandi. En ég hef heyrt að því, ég heyrði að það var einhverju fjármunir í eitthvað sneiðmyndatæki, ég held að vera komið mitt, en ég held að sé verið að fara endurnýja það. En málið þegar við tölum eins og þetta sé eitthvað rosalegar fjárhæðir, ég held að þetta sé bara eitthvað 70-80 milljónir. Ég hef bent á það að þegar við erum hér með einstakling sem að læknir veit ekkert hvað hann á að gera við, kannski allt í góðu, en kannski hann bara fárveikur og ef hann ætlar að halda síni heilsu, lífsgæðum og lífi, þá þarf að taka rétt ákvörðun. Og oft það þannig og oftast að læknar panta sjúkraflug og þau fara suður. Svo komur suður að það bara ekkert að. Og hvað kostar eitt sjúkraflug? Þannig ég held að svona tæki sem mjög fljótt að borga sig, af því að ég stóreyfa það að læknar vilji hafa á samviskuna að senda niður í tæki og búa við það að hefur sendt einstaklingin strax suður,
það væri nú líf í dag. Það vill enginn hafa svona. Þannig ég held að við verum bara að styðja við læknana, þráttur að HSA sé ekki að leggjast á áratna með mér, skulum hafa alveg á hreinu að nánast hver einasti læknir, sjúkrabílstjóri og hjúkrunarfræðingar liggja í mér og treysta á mig í þessu máli. Og það minn kraftur og ég vonast bara til að sem flestir komi með mér í það mál og beiti sér innan síns hóps og hvað sem þið geta til þess að við komumst áfram í þessu máli. En takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur svarað fyrirspurn Hildar Þórisdóttir. Það eru 2 á málendaskrá, næstur er Vilhjálmur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti og gott fundafólk. Það er bara mjög ánægjulegt að fylgjast hér með umræðu málefnasamningin og þessum jákvæðu undirtektum sem hann fær. Og ég held kannski að liggi í því að þetta er málefnasamningur sem er uppbyggingar málefnasamningur. Við erum að byggja upp nýja sveitarfélagið enn frekar. Við erum að fylgja eftir stórum verkefni sem fór á stað á síðasta kjörtímabili, en við erum líka að bæta í. Og ég held að hafi, eins og sýndi sig á síðasta tímabili, það var bara góð samstaða um það. Og ég held að hún verði áfram og þetta bara varðar veginn þessi umræði sem er búin að eiga sér stað hér í dag og ég bara bind miklar vonir við að þetta starf sem nú er að hefjast verði árangursríkt og farsælt og óska okkur bara til hamingju með það. Vilhjálmur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, lokið máli sínu. Helgi Hlynur Ásgrímsson, óska eftir hann sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, gott fundarfólk. Ég vil að byrja að ávarpa þessi skipti á fólki í sveitarstjórninni. Nú hafum við miðaldra kallar mist meirihlutann. Því bara að fagna. Konur eru í meirihluta og konurnar sem kom inn, þetta eru ungar konur sem hafa eitthvað til málanum að leggja. Berglind og bráðagreiningar. Það er mjög gott að fólk brennir fyrir ákveðnum málum. Það gerir ég. Ég til dæmis brenn fyrir því að koma í veg fyrir laxeldi í Seyðisfirði. Það er svona í hjartan á mér. Í hjartan á þér er bráðagreiningartæki á Egilsstöðum og það er fínt mál. Hins vegar held ég að þú eigir bara að ávarpa málið eins og það er. Ef þú ætlar að fá þetta tæki í Egilsstaði, þá þarf þetta að taka þig burt á Neskaupstað. Við verðum ekki með 6 geislafræðinga á Austurlandi í 10.000 manna samfélagi. Það bara er ekki að fara að gerast. Það er ekkert flókið. En það getur vel verið að það sé rétt að flytja það frá Norðfirði í Egilsstaði. Sko ef við ættum að vera með 6 geislafræðinga í þessu 10.000 manna samfélagi, hvernig ætlum við þá að halda áfram hvað eiga þá að vera margir læknar? Hvað eiga að vera margir 6 geislafræðingar af hverjum 10.000, það þarf örugglega, ég veit ekki, 50-falda fjöldan eða eitthvað á Íslandi. En þar með er ég ekki að segja að það sé vont að fá geislatæki í Egilsstaði. Nei, bráðagreiningartæki í Egilsstaði, alls ekki. Og ég bara lít það jákvætt að fólk hafi bruna í hjarta fyrir sitt mál og það er bara mjög gott mál. Meirihluta samningurinn, svona heilt yfir, þá er þetta bara skárra en óþægast. Þannig að mér finnst aðalega þetta mér finnst þetta svo óþægilegt þetta viðhorf. Ef að við getum á nokkurn hátt komið í veg fyrir það að minnihlutinn komið að málum, þá gerum við það. En við ætlum ekki að brjóta lög. Mér finnst það óþægilegt leið að beðið gott samstarf. Jónína kom eins og inn á að vildi harða stjórnarandstöðu, minnihluta, og ég mun alveg gera mitt besta í því í ákveðnum málum. Ég ætla hins vegar
og að biðja ykkur að stoppa með að við fyrir að töða einhverju máli sem geta ekki öllu máli, sko. En þar sem að hjarta mitt á bakvið, eins og hjarta Berglindar í sambandi við bráðagreiningar, þar mun ég berjast og það algjörlega hreint. Ég mun berjast fyrir því að heimastjórn á Seyðisfirði drullist nú til þess að ávarpa íbúa þar í sambandi við Laxeldi. Sem dæmi, bara reyna að bera plástur á Svöðursárin. Það átti náttúrulega að gera fyrir ári síðan og allir vissu það. Það er alveg með ólíkindum að heimastjórn á Seyðisfirði hafi ekki gert eitt einasta handtak til þess að reyna að sætta sjónarmið. Þó menn séu svo að meirihlutin hafi verið hlynntur fiskeldi. Ef að byggðarlagi er klofið í herðar niður, þá hljótum við að ætlast til þess að heimastjórnindar séu til þess að reyna að sætta sjónarmið. Þannig er ég bara frekar rólegur, sko. Mér finnst þetta svona almennt bara frekar jákvætt plagg. Og ég laka til. Sérstaklega finnst mér frábært að við séum búin að missa mennlutan við miðaldra kallar. Takk. Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu sveitarstjórnarfulltrúi, Berglindar Svavarsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn, kannski taki bara fyrst máli sem að þú brennir fyrir, fiskeldi, og eins og segir, ég er náttúrulega fráfarandi formaður heimastjórnar á Seyðisfirði og ég finnst við lítið hafa gert, en við höfum tekið þau verkefni sem að hafa legið við, tengt þessu fiskeldi getið sagt þér. Og það var akkurat innan heimastjórnar að það voru 2 fylgjandi og 1 andvígur, svo fer þetta fyrir sveitarstjórn og þar er meirihlutin sem styður fiskeldi. Varðandi byggðarlagið og það sé klofið, við vitum að við erum með könnun sem var gerð. Ég tel að við þurfum bara að gera aðra svona íbúakönnun, bara rafræna. Þannig að það er þá bara það verður það bara næsta heimastjórn sem að ákveður það, en við vorum auðvitað með íbúafundi og fleira sem við erum búin að vera með tengt þessu máli. En nú langar mér að koma í hjartansmálið mitt. Mér finnst alveg eins og varðandi tækifærin okkar í Múlaþingi núna, við þurfum að hugsa stórt. Við þurfum að hætta að tala okkur niður. Mér finnst hvernig sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson segir þetta að við þurfum að taka tæki þá af Norðfirði sem er með fjórðungssjúkrahúsið. Þetta er akkurat hugsanavillan sem að kemur okkur í það að við komumst ekkert áfram. Af hverju ættum við ekki að geta fengið tæki hér? Og ég get sagt þér að ef þú talar að við séum með 2 sneimdatæki þá þurfum við 6 geislafræðinga. Það er engir 3 geislafræðinga niður frá. Mér langar bara að koma því alveg á framfæri að við erum með geislafræðing starfandi hér á röntgentækinu sem er akkurat að leysa af alltaf niður frá þennan geislafræðing sem er þar. Við eigum bara að horfa til þess að við ætlum að fá sneiðmyndatæki, við ætlum að manna þegar við erum búin að taka á því að við erum búin að skaffa fleiri íbúðir og fleiri þá er þetta bara ekkert mál. Við verðum að passa að horfa ekki í það að við getum ekki gert þetta nema við bara færum fjórðungssjúkrahúsi. Fjórðungssjúkrahúsi, það á bara að vera þarna. Þetta fjórðungssjúkrahús á bara að vera þarna. En mér finnst þess að með fjórðungssjúkrahús í dag, þau virka ekkert eins og þau voru. Það var þannig að það var almennur skurðlæknir, svona var menntunin. Alveg sama hvað kom, hvort þú þurftir að gera keisaraskurð eða botnlangaskurð eða eitthvað. Þetta voru bara aðilar sem að lærðu það í sínu námi, hvernig er þetta að beita sér. Nú erum við að fá lækna sem að leysa þar af
sem eru sérfræðingar í einhverju ákvæðinu. Svo kemur þú og þarft að fara í einhverju aðgerð og hann bara gerir sitt besta, sko. Það bara orðið þannig að við þurfum, það allt orðið svo sérhæft í dag, að í bráða erindum, hvort sem þau þurfa að fara í skurðagerð eða fleira, þá þarf bara að komast að því sem fyrst, hvað að, passa upp á tíman, koma þér suður og í hendur fagaðila. Og þarna erum við að tala mínúturnar og peningar, þú veist, við getum alltaf fengið peninga, það bara þannig, þetta bara peningar og við spörum þessa peninga. En ég vil bara segja aftur, varðandi eins og með þá sem eru með innvortisblæðinga, hvort sem sé heilablæðinga eða eitthvað áverki bara eða fleira og þá skipta mínúturnar máli og ég vil bara fara í það, koma því á framfæri að heila- og taugaskurðlæknir sem yfir þessu sviði í Reykjavík fór í átak innan Landspítalans til að fækka mínútum enn frekar frá komu á Landspítalann fram með aðgerð. Hvar erum við stödd ef við erum bara að tala að við viljum bara hafa eitt tæki á Austurlandi og við getum ekki mannað þetta og svona. Ég með líka bara ekki þessu hugsunarháttur og mér finnst þetta bara að vera ekkert mál. Hugsum stórt, við bara lögum þetta, við stöndum vörð líf og heilsu íbúa, númer 1, 2 og 3 og svo það náttúrulega þjónustan, önnur þjónusta og fleiri innviðir sem við þurfum að hafa í lagi. Þannig að þetta tala mig ekkert niður, þetta ekki rök í mín eyru, þetta bara fáum fjármuni, við komum í lag, lögum samkvæmt, verðum með fullt af íbúðum og verðum bara það aðlaðandi staður að geislafræðingarnir bara flytja út á land, bara til þess að fá bara leikskólapláss fyrir 12 mánaða barnið sitt, þó sé ekki nema meira það, en við ætlum að standa svo miklu framar en það, en pössum okkur að hugsa ekki í hindrunum, bara hugsum í lausnum og hugsum stórt. Takk fyrir. Og þá hefur Berglind Harpa Svavarsdóttir lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur boðið orðið, gjörið svo vel. Forseti, aðri fundarmenn. Ég var full langur hér í ræðu minni síðast, ég skal reyna að vera stuttur núna. Get einnig orðabundið af ummælum sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlyns áðan. Þetta hlýtur að vera alveg skelfilegur dagur fyrir mig sem sveitarstjórnarfulltrúa. Fyrsta lagi stend ég fyrir flokk sem á nú ekki miklu fylgi ekki mikið fylgi á landsvísu og fylgi á okkur jafnvel minnkað hér í sveitarstjórnarkosningum. Síðan kom nú þetta upp hér á fyrsta lið að ég var bálvondur yfir því að verið skilin út undan með djæsalappa. Svo var ég að komast að því núna að miðaldra gráhærði karlmaðurinn, hann deyjandi stærð í sveitarstjórn Múlaþingi. Þannig ég hlýt að fara mjög dapur hérna út, en ég ætla nú að reyna að halda hausamt. En það sem ég ætlaði að segja eins og kannski að viti var það, ég mjög ánægður með málflutning sveitarstjórnarfulltrúa Berglindar hér þessa bráðaþjónustu. Það akkúrat þetta sem svo dýrmætt, hvort sem það inn í sveitarstjórn eða hitaveitu eða annar staðar, að það fólk með fagþekkingu og vill brenna fyrir einhverjum hlutum á sviði sinnar fagþekkingar. Og ég var svo ánægður þegar hún sagði þetta að hugsa stórt. Þannig að akkurat það sem ég finnst oft vanta hjá okkur í sveitarstjórnarstarfinu, að við hugsum stórt og til langs tíma. Þannig að ég styð Berglindi og aðra þá sem styðja þetta greiningatæki og þessa greiningarstöð og Egilsstöðum heils hugar og skal gera allt mitt til þess að leggjast á árar með henni og öðrum þeim sem þar koma á. Og ég blæs á svona líka eins og Berglind gerir að þú veist að geislafræðingarnir verða margir og þetta sé allt ómögulegt. Að bara finna lausn á hlutunum, ekki horfa á vandamálum, horfum á lausninar. Þannig að mér finnst þetta frábæra málflutningur og sjálfur sem hef lent í þessu að vera keyrður norður og norður einhvern tímann eftir að skautasvell reist á andlitið á mér og talaði að ég væri með heilablæðingu og meðan ég var í myndatöku þar að þá lokaðist gamla Oddsskarð. Það var ekkert rosalega skemmtileg upplifun. En sem betur fer var nú engin heilablæðing og margir getur haldið það svo hefði farið með ástandið á mér í dag. En það sem ég langaði hins vegar að koma að er þetta sem hefur búin að frábær umræða og ég glemdi áðan hjá mér. Mér finnst einmitt vanta þennan kafla síðasta. Nú mann ég ekki fyrirgefðu hvað heitir sveitarstjórnarfulltrúi annar maður á lista.
Ástrún Mjöll, að mér finnst ágætt að hún nefndi þetta með orkumálin vegna þess að þann kaflaðurinni vantar í þetta plagg. Og þetta hangir rosalega saman, sveitarstjórnarfulltrúi Berglind og aðrir hafa komið inn á húsnæðismálin og atvinnumálin og svo framvegis að byggja hér upp, atvinnuskapandi umhverfi, þannig að þetta hangir rosalega saman þessi 3 liðir, orkumálin, húsnæðið og sem sagt innviðirnir til atvinnuuppbyggingar. Og ég hef svolítið velt fyrir mér, ekkert svolítið, ég hef velt heilmikið fyrir mér þessum húsnæðismálum, bæði hvað varðar sem sagt, byggingar hjá sveitafélaginu, að við náttúrulega lentum í því á síðast kjörtímabili með þennan ágæta leikskóla sem núna að rísa, mjög falleg bygging þó að hornin á honum sé mörg, að þetta var of dýrt. Það verður bara að viðurkennast, þessi skóli var of dýr. Og þar þurfum við að leita nýrra leiða og svona með opnum hug að leita til bræður okkar í Noregi og Svíþjóð víðar og Finnlandi sem hafa farið allt aðra leiðir í þessu og byggja slíka byggingar sem bara stöðluð einingahús. Og talandi aftur þekkingu að nú hér allavega nýliði í sveitarstjórn sem hefur einmitt fagþekkingu á þessu sviði og ég bara vænti töluvers af honum í þessum málum. Hitt varðandi húsnæðismálin það að það eru lóðir, það er lóðaframboð á Egilsstöðum, það er lóðaframboð á Fellabæ og það er lóðaframboð út allt sveitafélag. En það sem maður hefur heyrt svona út í samfélaginu það að mönnum finnst þetta ekkert svona, hvað maður að segja, álitlega lóðir eins og hér á Egilsstöðum, svo sem ég kannski svo vitni það sem ég heyrti í umræðinni. Þetta eru svona innan gæsalappa afgangslóðir hér og þar sem kannski ganga ekki út. Og til þess að hvetja og laða fólk hérna, þá þarf, tel ég, að gera það sem var gert hérna fyrir virkjanaframkvæmdir í Kárahnjúkum, að þá var skipulagt bara heilt hverfi sem var Selbrekkuhverfið. Það var rosalega svona, það var mikil ásókn í það, þetta vakti mikla lukku og svona athygli. Það var bara tekin töluvert landsvæði fyrir, skipulagt með götum og öllu. Og byggðist rosalega hratt upp og við þurfum að huga að þessu, þó kannski ég líki ekki á því bara í dag eða morgun, en við þurfum að huga að þessu að það sé svona eitt heildarsvæði þar sem að sé tekið og skipulagt undir húsnæði. Annað var það nú ekki en, þannig að ég bara hverf hér úr stóli, miðaldra, gráhærður, karlmaður, takk fyrir. Þá er Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, lokið máli sínu. Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur óskað eftir orðinu sveitarstjórnarfulltrúi og gjörð svo vel. Forseti ágæta fundarfólk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir. Ég var ekki að segja þú ættir ekki að berjast fyrir þessu máli. Ég er ekki að segja það. Ég bara held að þetta sé erfitt mál. Ég er ekki að segja að þú eigir að hætta því þó það sé erfitt. Það er alls ekki. Ég ætla heldur ekki að hætta að berjast gegn laxeldi í Seyðisfirði þó ég vita að það sé erfitt mál. Við eigum að standa við okkur samfæringu. Til þess erum við kosin. Og ég er alveg já, hins vegar þá flest í þessum málefnasamningi erum við sammála um. Við vitum það alveg að í svona 90-95% tilfella þá erum við bara sammála. Við erum bara sammála um hlutina. En það eru mál sem við erum ekki sammála um og þar þurfum við að vera bara alveg skýra á því að við erum ekki sammála. Og ég er ekki sammála áherslunni á þetta mál að þetta sé stærsta málið fyrir okkur en þetta er ekki vont mál, mjög langt frá því. Í mínum huga er miklu stærra mála að horfa til framtíðar og bjarga landin okkar frá því að frekari skemmdum. En það er ég. Það er ekki þú og ég ætla ekki að segja þér að Berglind Harpa Svavarsdóttir sveitarstjórnarfulltrúi að þú þurfur að láta þinni skoðun á þessu. Það er bara gott mál á það.
Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson kom inn á að nú væri komin inn reynsla og fagþekking. Hún á fleiri en einu stað, það eru 2 húsasmiðir í Kostnir Þannig að það er gott mál og það þarf sannarlega þekkingu á því sviði, skipulagsmálum og hvernig við förum að því að rjúfa þessa kyrrstöðu sem er í uppbyggingu húsnæðis í þessu sveitarfélagi. Og ég vil að við förum í alvöru gott samtal við Bjarg byggingafélag. Ég hefði persónulega kosið að Bjarg byggingafélag hefði frekar fengið þessar 40 lóðir í Fallabæ heldur en ég veit ekki hvernig ég orða það. Heldur en það fyrirtæki sem fekk það, Hrafnshólar. Vonandi verður það bara allt í lagi, en ég býð ykkur það og okkur að við einhendum okkur í þetta samtal við Bjarg það að þeir komi hér að uppbyggingu húsnæðis. Þeir komu og funduðu með okkur, eru til, en við þurfum að vinna alls konar vinnu. Við þurfum að gefa eftir svona svæði og þetta bara held ég að sé rosalega stórt atriði fyrir okkur. Anna var ekki, takk. Takk fyrir það. Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu, 17. fulltrúi. Ef það enginn sem kveður sér hljóðsfrekar, þá ætla ég að loka mælendaskrá og gefa Birni Ingimarssyni orðið áður en við slítum fundi. Forseti, gott fundar fólk, það er gott að þið búið að loka mælendaskránni, þannig að ég get látið bara vaða hér. En ég í rauninni bara fagna þessari umræðu og tek undir það sem hefur komið fram hér að þessi málefnasamningur, mér finnst það svona gefa nokkuð svona skýra sýn á þessi verkefni sem eru til staðar og sem við þurfum að vinna saman. Og ég bara fagna þeirri umræðu sem hér hefur átt sér stað og maður sér alveg fram á það að við munum vinna í þessu vel. Ég get tekið undir ýmislegt sem hér hefur komið fram og eins og kom fram meðal annars í máli sveitarstjórnarfulltrúa Þrastar Jónssonar varðandi eldsneytisjöfnuðina. Þetta er mál sem við höfum verið að leggja mikla áherslu á en hefur ekki hlotið mikið hljómgrunn sem er afar sérstakt. Við getum í sjálfu sér kannski endalaust hamast á einstökum stofnunum með þetta en þetta er bara pólitísk mál. Þetta er bara mál sem í rauninni Alþingi þarf að taka og afgreiða. Fyrr verður þetta ekki gert. Það er bara þannig. Aðeins varðandi af því að það var komið þarna inn á og hefur verið gert áður varðandi framkvæmdir við Safnahúsið. Ég get alveg skilið það en menn eru að bera þetta saman við aðra framkvæmdir sem að við erum með sem í forgangi hjá okkur. En þá megum við ekki gleyma því að baki þessu er ákveðin samningur varðandi uppbyggingu menningarhússins. Það sem kemur verulegt framlag frá ríkinu sem að við getum í sjálfs ekkert bakkað út úr. Þar eru lagðir fram fjármunir sem við erum að nýta annars vegar við uppbygginguna í Sláturhúsinu og hins vegar við Safnahús. Og það er náttúrulega verkefni sem að við börðumst fyrir býsna lengi að koma á og fá þessa fjármuni og við getum í sjálfs ekkert stigið út úr því, heldur verðum við að klára það. Það er bara þannig. Aðeins varðandi af því það var komið hér inn á Bjarg byggingafélag, ég er alveg sammála því að það er bara mjög áhugaverður samstarfsvettvangur og á því samtali sem við höfum átt við það félag þá held ég að sé alveg ljóst að við munum fá í rauninni erindi þaðan þegar að deiliskipulaginu í Votahvammi verður lokið.
alveg ljóst að menn eru að horfa þangað, en af því að það var nú minnst á Selbrúnina að þá viðruðum við, þá var þessi hugmynd viðruð við félagið og bara á þess að fara eitthvað nánar ofan í það, þá var ekki áhugi fyrir því verkefni þar á bæ. En ég get eins og upplýst að mér sýnist að það verkefni sé að fara að raungerast sem betur fer. Þannig að það er bara mjög áhugavert. Þannig að ég sé alveg fyrir mér að verkefnin sem við höfum verið að horfa til og við erum ítrekað búin að tala bæði hér í Fellabænum, hér á Egilsstöðum og á Seyðisfirði, að þau séu að fara af stað. Og það verður, mál því tengdu verður inn á fyrsta fundi byggðarráðs þegar það kemur saman eftir tæpa 2 vikur. Þannig að, en ég vil bara þakka góða umræðu, ég vil þakka það traust sem mér er sýnt með það að ráða mig hér áfram til starfa og ég fagna því að vinna með ykkur af þessari. Það er alltaf gaman að vinna þar sem verkefnin eru næg og þau eru hér. Takk. Það er sveitarstjóri Björn Ingimarsson lokið mál sínu. Við erum í dagskrálið 4, meirihluta samningum sveitarstjórnar Múlaþings 2022-2026. Hann liggur hér fram til kynningar. Ég ætla þá að slíta þessum fyrsta fundi og óska ykkur öllum til hamingju og velfarnaðar á komandi kjörtímabili. Fagna þeirri umræðu sem hér hefur komið fram og slít hér með fundi. Takk.